Þess vegna hafa ýmsar hugmyndir verið settar á flot til þess að minnka magn koltvísýrings í andrúmsloftinu og meðal annars þetta Carbfix-verkefni sem búið er að vera tilraunaverkefni upp á Hellisheiði í sirka 15 ár, jafnvel aðeins lengur, og nú er búið að sanna óyggjandi að þetta virkar og þess vegna kom Carbfix til Hafnarfjarðarbæjar og vildi fá að setja í gang fyrstu svona á alvöru skala niðurdælinguna og bindinguna á koltvísýring í bergi. Og þegar það gerist þá þarf að stækka höfnina því að þetta eru stór skip sem munu flytja koltvísýringina utan. Og af hverju erum við að flytja koltvísýringina utan? Það er vegna þess að það er ekki mikið af stórum verksmiðjum eða stórum losunarstöðum á koltvísýringa á Íslandi. Við losum heilmikið af koltvísýringa, einhverja 6 milljónir tonna á ári. Þessi niðurdælingarstöð á að vera með cirka 3 milljónir tonna á ári þegar hún er komin í fullan gang. Og það er erfitt að safna svo miklum koltvísýring saman á Íslandi vegna þess að hann kemur hér úr flugvélum, skipum, bílum og alls konar smá starfsemi en ekki risastórum sementsverksmiðjum eða orkuverum þar sem auðvelt er að safna mun þéttari koltvísýring. Og það er allt í lagi að hann sé erlendur því að vegna þess að koltvísýringur er hnattrænn. Hann dreifist allt, hann dreifir sig mjög hratt, hann blandast í andrúmsloftið og er þess vegna út allt. Og það skiptir í rauninni ekki máli ef við erum að reyna að minnka magnið hvaðan það magn kemur. Og síðan er það með spurningar og svör og slíkt, við reynum að hafa þær einfaldar og skýrar, þannig að helst þarf ég að reyna að skilja þær. Þannig að hafa þær mjög einfaldar, skýrar og verum stuttorð. Við tökum kannski 2-3 spurningar í einu og svörum þeim og svo kemur næsta törn og við reynum að klára þetta þannig svolítið skipulega og leyfum sem flestum að komast að áður en við ljúkum fundinum. Og við byrjum á hafnarstjóranum, Lúðvík Geirssyni, sem ætlar að kynna markmiðið. Áður en ég segi það, þá er enn eitt sem ég vil koma á framfæri, af því það er annað svona misskilningur, af því nú erum við að tala um höfnina, við erum komin inn í það, að þessi höfn verður ekki byggð fyrir Carbfix á lántökum Hafnarsjóðs eða Bæjarsjóðs Hafnarfjarðar. Það er eindregin samstaða meirihluta bæjarfulltrúa að það verði ekki tekin lán til að byggja þessa höfn fyrir Carbfix. Við höfum það alveg á hreinu, þannig að við þurfum þá ekki að spyrja og tala um það neitt mjög mikið á eftir. En ég ætla bara að biðja Lúðvík Geirsson, hafnarstjóra, að byrja ballið. Gjörðu svo vel. Já, ágætu fundarmenn. Ég ætla að fara aðeins bara í örfáum orðum yfir forsögu og forsendur fyrir þeim framkvæmdum sem eru fyrirhugaðar í Straumsvík á vegum Hafnarfjarðarhafnar og hvernig það tengjast í raun og veru þeirri stöðu sem er hjá okkur almennt bara í hafnarstarfseminni hér. Þið hafa kannski tekið eftir því að það hefur verið mikil aukning í starfsemi Hafnarfjarðarhafnar á umliðnum árum, áratug, og ekki hefur nú dregið úr núna eftir síðustu atburði í Grindavík þar sem við höfum fengið allan Grindavíkurflotann og togara þeirra í viðskipti og þjónustu hér hjá okkur í Hafnarfirði, hvað svo sem það verður til lengri framtíðar. Býtu nú við, hvernig fer ég nú að leita næstu glæru hérna? Já, svona já. Ég ætla að byrja hérna bara á síðustu framkvæmd, stór framkvæmd sem var í hafnargerð hér í Hafnarfirði. Menn eru kannski fljótir að gleyma, en það er ekki liðin nema 25 ár frá því að við fórum á stað í þessi verkefni, liðlega aldarfjórðungur, að byggja upp ytri höfnina í Hafnarfirði með Hvaleyrarhöfn. Og það voru þetta heilmiklar landfyllingar og stór og mikil framkvæmd þar sem var búið til 23 hektara land. Þar eru brimgarður og öldubrjótur 400 metrar og þar er stór 400 metra hafnarbakki með 8 til 10 metra dýpi.
Þetta er okkar aðal þjónustu bakki í dag þar sem við tökum á móti frystitogurum og stærri farmskipum og þarna er einnig skip sem að tengjast viðgerðarþjónustunni hjá flótkvinni, en flótkvíin fékk aðstöðu þarna út á þessu svæði en hafði áður verið með sínar kvíar inn í innri höfnin. Og þetta var þetta til mikilla bóta að koma þessari starfsemi svona út úr hafnarsvæðinu. Það eru liðin núna 20 ár rúm frá því að þessi framkvæmd fór á stað. Hún stóð yfir í 10 ár og það má eiginlega segja það frá því að Hafnarhöfn var stofnuð 1909 þá hefur þróunarsagan verið þannig að á 25-30 ára fresti hefur farið á stað stærri uppbygging innan hafnarinnar. Fyrst hafskipabryggjurnar, síðan norðurbakkinn, síðan hafnargarðarnir, síðan söðurbakkin og álversbakkarnir hérna og að síðustu þessi Hvaleyrarhöfn. En það er líka athyglisvert að þegar menn voru að ljúka þessari framkvæmd með Hvaleyrarhöfnina og upp úr síðustu aldamótum, að þá stóðum við frammi fyrir því að horfa til næstu framtíðar hvernig við ætluðum að þróa hafnarsvæðið og eiga hér tækifæri og möguleika til þess að geta tekið við skipum framtíðarinnar og þeirri auknu þjónustu og umferð sem yrði hér á svæðinu. Og þá var farið hér í tillögur og útfærslur og ágætt að rifja það upp í samhengi við það verkefni sem við erum að horfa til núna, það er að segja svokölluð Óttastaðahöfn. Og í aðalskipulagi Hafnarfjarðarbæjar á 2005 var tekið frá svæði vestan Straumsvíkur í landi Óttastaða til þess að geta þróað enn frekar þessar útfærslur að nýrri höfn sem að var þá hugsuð jafnvel sem stórskipahöfn fyrir allt Faxaflóasvæðið. Því það var ljóst að það myndi þrengja mjög að hafnarstarfsemi, ekki bara hér hjá okkur í Hafnarfirði varðandi innri höfnina eins og við erum bara að upplifa núna og ég ætla að koma betur að á eftir, heldur líka þeirri stöðu sem er í hafnarstarfseminni í Sundahöfn og í Reykjavík. Og það sá kannski ekki allir fyrir sér en sumir sem voru að horfa til framtíðar þá miklu þróun sem yrði í komum farþegaskipa sem voru örfá að koma á þessum tíma og svo umferð hefur margfaldast eins og við þekkjum. Þarna var að ræða í tillögu 180 hektara hafnarsvæði með nærri 2 kílómetra hafnarbökkum og þarna gríðarlegt dýpi fyrir utan, alltaf 20 metrar. Þessi tillaga, þessi útfærsla sem hefur verið rannsóknuð og unnar ýmsar útfærslur á, hún í raun og veru enn til inn í gildandi aðalskipulagi Hafnarfjarðar sem næsta framtíðarsýn fyrir stækkun hafnarinnar. Það er verið að vinna að endurskoðun aðalskipulagsins núna og það verður væntanlega afgreitt jafnvel á næsta ári og inn í þeirri vinnu einmitt verið að horfa til þess að hverfa frá þessum hugmyndum og þróa í raun og veru aðra tillögu sem byggir á því sem við erum að kynna hér, að stækka höfnina á hafnarsvæðinu þar sem álverið og álvershöfnin í dag. Og hvaða svæði er það? Jú, það er þetta svæði sem norður og austur af Súrálsbakkanum svokallaða. Þið sjáu hér á myndinni Skerjagarðinn sem þar fyrir utan og á neðri innfelldu myndinni þá sjáu þið blára reitin sem þarna og nær fram í sjó, austan megin við Straumsvíkina. Þetta úr gildandi aðalskipulagi Hafnarfjarðar, hefur verið þar inni síðan 2005, heimild fyrir landfyllingu á þessum skerjum. Þannig í sjálfu sér erum við ekkert að tala um stórkostlega breytingar frá því skipulagi sem búið að gildi núna í nærri 20 ár. Það hins vegar var þetta svæðið hugsað sem atvinnusvæði undir iðnaðarstarfsemi í framhaldi af starfsemi álversins og reyndar í gagsfélagi þarna með starfsaðstöðu líka. En þegar við fórum að skoða í raun og veru þessar hugmyndir sem að hvernig við getum þróað hafnarstarfsemi varðandi þá aðstöðu sem að Carfix fór að kalla eftir á hausti 2021, að þá kom upp sem sagt sú hugmynd að skoða nánar þessa möguleika að útfæra höfn á þessari landfyllingu á skerjunum þarna austan og norðan við Súrálsbakkann. Og nú rétt að hafa það í huga að þessi 2 hafnabakkar sem inni í Straumsvíkinni í dag,
þeir eru eingöngu til notkunar fyrir álverið. Það er í algjörum undantekningartilfellum að það komi þar önnur skip. Og það er vegna þess að annars er að ræða rútuskip sem komi í hverju viku og eru 2-3 daga í viku föst á minni bakkanum sem að flytja fullunnið ál og koma með minni aðfönginga til okkar. Og hinn bakkin er sérhannaður bakki til að taka við súrálið, þar sem eru færibönd og annar búnaður, dælubúnaður, þannig að það er ekki aðstæð til að þjóna öðrum skipum þar. Þannig að það er ekkert það að ræða að við getum verið að nýta þá höfn undir einhverja starfsemi, hvort sem fyrir Carbfix eða aðra. Þessi höfn er bara bundin sem þjónustu höfn fyrir álverið. Þegar menn fóru að skoða þarna haustið 2021 möguleikana á frekari hafnaraðstöðu, að þá kom upp þessi útfærsla og hún er þróuð upphaflega af starfsmönnum Hafnarfjarðarhafnar og síðan í samstarfi við Vegagerðina sem að útfærði þetta nánar. Og þar kom inn þessi möguleiki að þarna væri hægt að búa til land á þessum skerjum og skapa skjól með góðum brimgarði líka ofan á skerjunum og koma fyrir þarna austanmegin á 12 metra dýpi alltaf 200 metra hafnarbökkum. Og það liggur fyrir að Carbfix myndi þá þurfa að nýta einn bakkan alfarið fyrir sig, en hinir 2 bakkarnir væru þjónustu bakkar fyrir starfsemi Hafnarfjarðarhafnar að öðru leyti. Og við vorum búin að sjá það út með það stöðu sem er í starfsemi hafnarinnar í dag og þeirri þróun sem hefur verið á umliðnum árum og áratug og jafnvel áratugum, að það er að aukast verulega álagið á Hafnarfjarðarhöfn. Og ég vænti þess að þið hafið tekið eftir því bara þegar þið farið bæinn að þið sjáið hvaða umferðarþungi er í höfninni. Hún er meira en fullsetin á mestu álagstímum. Og það sem er að gerast líka er það að skipin er að stækka og þau þurfa meira dýpi og það þarf auðvitað að mæta því. Við erum með mjög takmarkað rými fyrir stærri skip í Hafnarfjarðarhöfn og það er til dæmis ástæðan fyrir því að við erum ekki að taka þar inn stærri farþegaskip vegna að við höfum bara ekki hvorki pláss né dýpi til að taka við slíkum skipum. Við höfum svo verið að taka við þessum millistóru skipum en við höfum ekki getað tekið og þjónað öllum þeim skipum sem við vildum í þeirri þjónustu af því að við höfum bara ekki pláss á hafnarbakkunum. Það er það mikið landanir togara og bæði innlendur og erlendra togara og flutningar á alls konar lausavöru og þjónustu skip, margs konar sem að tengjast bæði viðgerðum og annarri starfsemi. Þannig að nýtingin á okkar hafnarbökkum í Hafnarfjarðarhöfn, hún er komin alveg í hámark. Á sama tíma að þá er verið að þrengja að höfninni, svo maður orðið það bara þannig. Það er að segja verið að þrengja höfninni á því leyti til að það er ásókn í það að koma með íbúabyggð inn að og inn í hafnarsvæðið. Og margt jákvætt við það, en það skapa líka erfiðleika fyrir höfnina vegna þess að aukin íbúabyggð þykir bara aukin umferð og fólk vill ákveðið næði og ró þar sem það býr við hafnarsvæði og við þurfum að mæta því og þið þekkið einnig umræðina það að það eru uppi tillögur og hugmyndir það að Tækniskólinn fái mjög stórt svæði í Suðurhöfninni undir sína starfsemi. Og auðvitað hefur þetta allt áhrif á höfnina og við þurfum að horfa til þess á sama tíma og álagið er að aukast í Hafnarfjarðarhöfn að þá er sem sagt verið að skapa annað álag á svæðinu líka. Og það sem hefur verið okkar draumur er það að geta losað burtu mestu þungaflutningina af hafnarsvæðinu yfir á nýtt hafnarsvæði. Og það er algjörlega óskipt því hvort að Carbfix kæmi með sína starfsemi inn á svæðið ekki. Við þurfum hvort eða heldur að geta skapað aðstöðu fyrir flutningahöfn utan við miðbæ Hafnarfjarðar til þess að draga úr umferðarþunganum sem er á því svæði. Og það er ekki bara það að við værum að flytja ákveðna starfsemi sem eru lausaflutningar á möl og sandi fyrir malbikunarstöðvar og steypustöðvar, útflutning á brotajárni hér frá 2 stórum brotajárnsfyrirtækjum hérna á svæðinu, jafnvel innflutning á salti sem umtalsverður. Þetta fer allt í gegnum höfninni í miðbænum og allur aksturinn sem fylgir því.
En þetta það sem að við stöndum frammi fyrir í okkar verkefni, að horfa til þess að skoða í raun og veru lausnir í þessum efnum. Og þá sjáum við til dæmis hérna á neðri myndinni að bláa línan aksturslína frá Hafnarfjarðarhöfn eins og hún í dag, með þetta lausa efni sem ég var að nefna við ykkur áðan, möl, sandur og brotajárn. Og það þarf að keyra út af hafnarsvæðinu, upp Ásbrautina, eftir Reykjanesbrautinni, upp Krýsuvíkurveginn og inn í iðnaðarhverfið. Þetta eru 15.000 þungabílar á hverju ári, miðað við umsvifin á hafnarsvæðinu. 15.000 akstursleiðir. Þessari umferð væri hægt að koma allri fyrir með flutningum inn á þetta nýja hafnarsvæði í Straumsvík og aka stystu leið út af svæðinu, þar sem að rauða línan sýnir, með strandlengjunni og undir Reykjanesbrautina og beint inn á iðnaðarsvæðið og tilbaka aftur. Þetta bara stórt umhverfismál fyrir okkur í Hafnarfirði, að koma þessum þungaflutningum í umferðinni og líka í skipaumferðinni út úr miðbæjarsvæðinu inn á þetta svæði. Ég að nefna þetta hérna vegna þess að þegar við erum að koma með tillögur stækkun á hafnarsvæðinu, þá byggja þær tillögur ekki að öllu leyti á því að það sé verið að byggja einhverja höfn fyrir Carbfix. Auðvitað mun Carbfix-verkefni flýta þessu verkefni. Ég ekki að draga dul á það. Það alveg ljóst. Ef að Carbfix kemur inn og það verður á þeim verkefnum, þá mun það flýta verulega fyrir uppbyggingu á þessari höfn. En engu að síður, þá höfum við brýna þörf fyrir að skapa þessar hafnaðarstöðu. Og eins og orðið kom hérna inn á áðan, að þá hefur verið talað mikið það að bærinn sé að leggja út stórar fjárhæðir upp á 9 til 14 milljarða fyrir svona hafnarsvæði. Ég nefndi áðan að það möguleiki á að geta byggt þarna 3 viðlegubakka. Í útfærslunni það hugsað þannig að bakki nr. 1 bakki sem að Carbfix væri að nota allt árið. En það væri þá verið að tala 120 skipakomur í tengslum við fulla starfsemi hjá þeim árin. Bakki 2 eitthvað sem þyrfti að koma mjög fljótt fyrir höfnina til að taka við þessum flutningum sem ég var að nefna hérna áðan, að flytja þessa þungaflutninga úr Hafnarfjarðarhöfn, plús það að það aðstaða til þess að koma starfsemi fyrir skipafélög og vöruflutninga inn á það svæði líka, því að við erum þarna með 10 til 15 hektara land sem hægt að nýta undir sem vörusvæði við þessa nýju höfn. Þriðji bakkin svo bara framtíðarsýn fyrir lengra fram í tíman, tækifæri til stækkun á höfninni, þannig að við erum að horfa til þess að þessi hafnaraðstaða myndi nýtast okkur og duga okkur næstu ókomnu áratugi. En varðandi kostnað og annað, að þá ljóst að það að koma þessari hafnar uppbyggingu af stað með landfyllingu sem þarf í fyrsta áfanga, brimgarði og viðlegu upp á einhverja 8 til 9 milljarða, það rétt. Hitt þá viðbóta kostnaði við aðra garða og annað. Við erum að tala þessa framkvæmd sem í nokkuð svipaðum stærð og skala og ég sýndi ykkur hér í upphafi með fyllinguna á Hvaleyrarhöfninni. Hvaleyrarhöfnin var byggð á árunum 1996 til 2006. Nú upp árunum 2022-2023 þá sú höfn fullgreidd af hálfu hafnarinn. Hafnin hefur með tekjum af starfsemi af þessu hafnarsvæði greitt þessar framkvæmdir upp að fullu leyti. Við skuldum ekki krónu. Þannig að menn verða átt að sjá því að þegar við erum að tala kostnaðana þegar byggja einhverja framkvæmd, hvernig svo sem það verður fjármagnað, þá koma tekjur á móti af starfsemi hafnarinnar. Og það eru gríðarlegar tekjur sem að skapast af miklum og stórum flutningum. Og hér sjáum við svo oft til viðbótar bara þróunina í starfsemi Hafnarfjarðar núna síðustu árum. Þarna tekjur og gjöld á föstu verðlagi og þau sjáum hvernig þróunin hefur verið í því að það bara góð afkoma af hafnarstarfseminni. Höfnin að skila af sér og yfir 300 milljónum krónum í hreina rekstrarhagnaði á ári hverju, veltan í kringum 1 milljarð núna og við erum að skila EBITu á síðasta áratug upp á 3,5 milljarð króna og með þeim
verkum og þeim framkvæmdum sem yrðu og umferð sem kæmi í þessa nýju höfn, þá getum við alveg gengið út frá því að afkoma eða tekjuflæði hafnarinnar myndi tvöfaldast frá því sem í dag, starfsmannafjöldin myndi líka tvöfaldast, en það sem skiptir öllu máli fyrir okkur sem erum að reka Hafnarfjarðarhöfn og viljum gera það á eins myndarlegan hátt og kostur og það fullur einhugur í hafnarstjórn og bæjarstjórn hefur verið alveg frá 1909, að þá skiptir máli að höfnin geti horft til framtíðar og sé það hvernig hún mun þróast og byggjast upp á komandi árum. Þannig að þessar tillögur sem liggja hér fyrir þessa stækkun hafnarinnar, sem allt önnur útfærsla heldur en var hér áður horft til og ennþá í raun og veru inn í ákveðnu skipulagi og sýnt ykkur áðan, þær eru gríðarlega mikilvægar fyrir okkur að geta horft til þess að eiga það verkefni til framkvæmda, hvort sem það gerist á skömmum tíma eða lengri tíma. Takk fyrir. Já, við þakkum Lúðvík Geirssyni fyrir þessa kynningu. Næstur verður Sigurður Guðmundsson frá Strendingi sem mun lýsa framkvæmdinni og síðan Stefán Thors með lokakynningana 2 á eftir honum, en gjörðu svo vel, Sigurður. Nú að læra á þetta. Góðir fundargestir, þetta tókst á lokum. Ég ætla að fara örstutt yfir lýsinguna þeirri framkvæmd að byggja nýja höfn hugmynda nýrri höfn í Straumsvík. Ég skal fara aðeins nær. Örstutt samantekt, svona kannski framhald að þessi Lúðvík sagði áðan. Staðan í Hafnarfjarðarhöfn í dag þannig að innan hafnarinnar eru einhver stækkunarmöguleikar. Það eru miklir þungaflutningar í gegnum miðbæ Hafnarfjarðar, eins og Lúðvík kom að áðan. Það hefur þrengt talsvert af starfsemi hafnarinnar síðustu áratugi. Það hefur verið mikil aukning í nýtingu á viðlegukontum á undanförnum árum og segja má að nú þetta hafnaraðstaða sé nánast fullnýtt. Aðrir valkostir, sama og Lúðvík kom inn á áðan, eru í rauninni, menn hafa horft til Óttastaða og menn hafa horft til stórar uppbyggingar þar og mikillar uppbyggingar og það hefur svona verið eina framtíðar stækkunarmöguleiki hafnarinnar sem menn hafa horft til. Þetta gríðarlega stórt verkefni, hátt í 10-falt stærra heldur en við erum að horfa á í dag í krónutalið. Og myndi hafa veruleg umhverfisáhrif væri farið í það, talsvert og mjög mikið meiri heldur en núverandi hugmyndir. Ásakið, ég skal reyna að vera aðeins nær. Hér sjáum við samanburðin á Óttastaðahöfn og stækkun Straumsvíkurhafnar. En stækkun Straumsvíkurhafnar, eins og hún hugsuð núna, skipt upp í 3 áfanga. Fyrsti áfangi sem hugsaður sem eingöngu sem viðlegubakki fyrir Carbfix og inn í þeirri framkvæmd þarf að byggja upp sjálfan Brimvarnargarðinn. Það að búa til landsvæði fyrir Carbfix og viðlegubakka fyrir Carbfix. Næsti áfangi væri þá viðlegubakki, það áfangi sem sýndur grænn hér á myndinni, væri þá nýr viðlegubakki sem sér hugsaði fyrir þungaflutninga og aðalega timbur, stál og jarðefni. Síðan þriðji viðlegubakkin, það væri þá tækifæri til stækkunar í framtíðinni. En við sjáum það að viðlegubakki 2 hefur talsvert bakland og mikið
svæði til þjónustu við hafnarbakkann, en svæði 3 hefur aðeins minna af tækifærum til þjónustu. En framkvæmdin sem hér ræðir er skipt í það að vinna grjót í Rauðamelsnámu, styrkja núverandi vegslóða frá Rauðamelsnámu að undirgöngum undir Reykjanesbraut sem núna er í byggingu, leggja nýja veg frá undirgöngum að nýju hafnarsvæði, hann er merktur rauður á teikningunni, og síðan er markefnið að flytja grjót frá Rauðamelsnámu í hafnargarðinn ásamt því að fá fyllingarefni með skipum frá námum og sjó, og síðan að lokum að byggja viðlegukant og tengt mannvirki. Brimvarnargarðurinn eins og hann er hannaður nú í frumhönnun er talsvert mikið mannvirki. Við erum að fara þarna út í Faxaflóann og hann má áætla, eins og áætlunin núna er að hann sé svona 7,5 metri yfir núverandi landi, aðeins hærri heldur en núverandi Brimvarnargarður er, og í hann má búast við að fari grjót alltaf 25 tonn, sem er grjót að stærðinni 2 metrar á kant eða svo. Efnistörfin sem fyrirhugaður í hennar garð er það að það er áætlað að færa 2 milljónir rúmmetra allt í allt af efni í hann. Þar af kæmu 1,3 miljón rúmmetra úr Rauðamelsnámu, efnistaka úr sjó virði 590.000 rúmmetrar og síðan er efni í yfirborðsfrágang og slíkt úr Vatnsskarðsnámu 130.000 rúmmetrar. Það samtals gerir þetta 2 miljón rúmmetra. En við skoðun á þessu verkefni þá fórum við í gegnum hvaða námu möguleikar eru fyrir hendi, og það voru skoðað nokkur námur hér í kringum Hafnarfjörð. Menn horfðu náttúrulega til annars vegar efnisgæða, magn stórgrýtis, það er að segja hver er nýtingin í námunni, og síðan fjarlægðar frá landfyllingum. Og niðurstaðan eftir skoðun á þessu og samanburð til á mismunandi möguleikum er að menn velja Rauðamelsnámu. Af hverju? Annars vegar þess að það er náma fyrir hendi, það þarf ekki að opna nýja námu. Það er góð nýting á þessari námu við rannsóknir á jarðfræðinga, komið ljós að náman gefur góða nýtingu. Það er mikil kostur að það er að keyra frá námu að hafnarsvæði án þess að fara út á almennar umferðargötu, og það þýðir það að við getum notað stórvin jarðvinnutæki í þetta. Sem og náttúrulega er það að fjarlægð frá verkefninu er mjög styttri heldur en aðra námur. Rauðamelsnáma, ef við horfum á hana hér, þá er búið að bora nokkrar holur og skoða bergdýpt, og niðurstaðan er svo að það er svæði merkt með rauðu eru hvað besta svæði til að fá sem best grjót út úr svæðinu. Það er dýpsta bergið og helligasta bergið, og menn hafa skilgreint í rauninni svæði fyrir námuna eins og sýnt er á þessari teikningu, en ef vel gengur eins og við búumst við, þá er líklegt við notum ekki nema svona helmingin í því svæði sem áætlað er að gæti þurft fyrir ef nýtingi verður ekki eins góð eins og áætlað er. Þannig að þetta eru ídrustu kröfur sem við þurfum til námunýtingarinnar. En svona bara til að taka saman, þá er til þess að nýta úr námunni þegar við áætla það að við þurfum svona
7% af grjóti sem yfir 12 tonn á stærð og það það sem að eiginlega skilgreini hvað við þurfum að taka mikið svæði undir, hvað við þurfum að ná þessu grjótmagni til að geta byggt garðinn. Og eins og garðurinn hannaður í dag, þá hann hannaður þannig að allt efni sem sprengt í náminni nýtist í garðinn og ekki þurfa að sprengja meira heldur en þörf til þess eins að fá stórt grjót. Þetta svona samantektin hjá mér. Takk fyrir. Já, við þakkum Sigurði fyrir og þá komið að Stefáni Thors sem að mun fara yfir niðurstöður umhverfismatsins og skipulagsbreytingarnar. 2 hlutar, þegar því lokið þá byrjum við að spyrja og svara. Gjörðu svo vel, Stefán. Takk fyrir. Gaman að sjá áhugan bæði hér og í streymisheimum, þrátt fyrir að það sé Danmörk, England á skjánum. En þetta náttúrulega bara, þetta eru stóra framkvæmdir og eðlilega höfum við áhuga að fræðast hvað að gerast. Og það sem ég ætla þá að fara yfir eru helstu umhverfis áhrif þessara framkvæmda, hvað við erum að meta, hvernig við erum að meta það og hver eru svona helstu niðurstöðurnar. Og ég hleyp hratt yfir og reyna að leggja áherslu á það sem svona, sem að dregið eru með neikvæðustu áhrifin í skýrslunni. Og það er bara rétt að benda á það og það kemur nokkru sinni fyrir að athugasemdafrestur við umhverfismatið því lýkur 30. júní. Þannig að muna það að koma með ábendingar og athugasemdir, jákvæðar og neikvæðar og ábendingar hvað betum að fara, en 30. júní er mikilvæg dagsetning. Nú, þetta eru eðlilega mjög stóra framkvæmdir og þær eru matskyldar. Það þarf að vinna mat á umhverfisáhrifum. Og Vafelsó ráðgjöf hefur verkefnistýrt þessu umhverfismati með stóru matsteymi sem í sitja Lúðvík og Sigurður og svo fjöldi sérfræðinga hjá Vafelsó í ýmiss konar málum og Helga Frímann, hún hefur stýrt matsvinnunni og hún hér og Erla til þess að svara líka á eftir og ég bara, eitt það að spyrja úr sal og mæli líka bara með því að horfa á plakkutinn og spyrja sérfræðingana ítalegri spurninga. En auk þessara aðala í matsteyminu þá var leitað til ýmissa sérfræðinga. Það Rórum sem eru sérfræðingar í rauninni í líffræði og strandsjó og lífríki sjávar. Við erum með vatnaskil sem reiknað út, við erum með mjög flókin líkun að reikna út strauma og setflutning. Við byggðum mikið á gögnum frá Náttúrufræðistofnun vegna þess að það hafa verið talsvert af rannsóknum á svæðinu út af Suðurnesjalínu 2, tvöföldun Reykjanesbrautar, þannig að það gríðarlega mikið til af góðum náttúrufarsupplýsingum sem Náttúrufræðistofnun tók saman sem við nýtum okkur. Nú síðan náttúrulega vegagerðin með í rauninni að skoða öldufarið og rauninni að hafna framkvæmdirnar og svo stuðull að skoða hvers konar efni til staðar í nágrenni þessar framkvæmda og hvar rauninni lagt til að vera með námið. Þannig að þetta svona rauninni hópurinn. Og þessi umhverfismatsskýrsla sem til kynningar, hún varð ekki til á einni nóttu og þið þekkið þetta kannski mörg, en það ágætt að fara yfir þetta. Við byrjum á matsáætlun sem segir í rauninni bara lýsir hver framkvæmdin og hvað fyrirhugað að fara í rannsóknir á. Það síðan kynnt, opnar kynningar, þar sem allir geta komið ábendingar, hvort þið telji að þurfa að rannsaka eitthvað sérstakt. Umsagnaraðilar koma þarna líka til að tryggja að það séu þá réttar rannsóknir sem eru lagðar til grundvallar inn í umhverfismatið
og til að vona það þá kemur Skipulagsstofnun og gefur álit eftir að búin að lesa matsáætlun og allar umsagnir og athugasemdir og segir þið megið halda áfram, þið þurfum að bæta eða breyta þessu í matsvinnunni. Þegar því var lokið þá var hafist handa við rannsóknir og gagnaöflun og hönnun framkvæmda og síðan er henni byggt á því skrifuð þessi umhverfismatsskýrsla. Áður en það er hægt að auglýsa þá fer Skipulagsstofnun yfir matskýrsluna og segir eru þau að uppfylla lögin, er allt þarna inni sem á að vera inni. Og þegar þú fært grænt ljós þar, við fáum ábendingar, við uppfærum, þegar það er græna ljósið komið þá hefjum við kynningu og þar er það sem við erum í dag. Það er 6 vikur og þar geta eins og áður, við getum öll komið inn með ábendingar, þarna koma líka allar fagstofnanir inn með sína rýni á framkvæmdinni. Og það er síðan framkvæmdaraðila og matsteymisins að svara og bregðast við þeim umsögnum og athugasemdum sem berast. Þau svör eru svo sendið Skipulagsstofnunar sem kveður upp álit hvort að umhverfismatið. Þannig að þetta er mjög mikilvægur þáttur. Þetta er í rauninni parturinn til þess að koma ábendingum á þegar þeir eru búin að sjá heildina. 30. júní, skipulagsgátt. Nú, hvað er í umhverfismati? Þetta er svona hefðbundi, við þurfum að segja hvers konar framkvæmd er þetta, hvaða umhverfisþættir eru til skoðunar, hvað er núverandi ástand, hver eru áhrifin og hvernig eru áhrifin metin, eru lagðar til mótvægisaðgerðir til að draga úr umhverfisáhrifunum og eins og segi, og þarna koma inn umsagnir áður en Skipulagsstofnun gefur sitt álit. Og þá má spyrja, hvað erum við að fjalla í þessu mati og af hverju? Þetta eru risaframkvæmdir og þau hafa áhrif. Það er ekki hægt að, og í rauninni ekki annað hægt, þetta eru risa innviða framkvæmdir. Í gegnum allt ferlið þá hefur verið bent á það að tjarnirnar við Straumsvík séu gríðarlega mikilvægar og ekki bara í undirbúningi hér heldur líka við tvöföldun Reykjanesbrautar. Þannig var strax lögð áhersla á það að skoða virkilega vel hver eru möguleg áhrif á lífríki Straumsvíkur og til þess þá var fengið útreikningar hjá vatnaskilum og rórum túlkaði þær. Efnistaka í hrauni. Þó við séum að búa til talsvert af hrauni í dag, þá njóta hraun sérstakra verndar í náttúruverndarlögum. Og það er svo sem, þetta er opin náma og henn er að hluta til á skipulagi, en við erum að stækka það talsvert og erum að taka talsvert og raska talsvert af hrauni, þannig að það er mjög mikilvægt að horfa á hvernig er staðið að efnistökunni. Þetta er í rauninni mest allt byggt á því sem er í umhverfismatsskýrslunni. Öldufar, það þurfti að skoða náttúrulega áhrif á öldufar. Hvernig er svona í rauninni ný höfn, er hún að hafa áhrif á bara rekstur Straumsvíkurhafnar eins og hún er í dag? Það er mikilvægt að við séum ekki að stækka og það verði verri aðstæða fyrir álverið til að reka og síðan líka bara áhrif á öldufar. Er þetta gott hafnarstæði? Það er rask á landi og þar af leiðandi verður rask á lífríki en fyrst og fremst gróður. Risaframkvæmdir, það er munu breyta ásýnd, munu breyta landslagi. Það eru fornleifar, talsvert af fornleifum þarna í kring, þannig að það var mjög mikilvægt og rauninni mjög góð kortlagning á fornleifum. Það er ekki oft sem maður hefur svona góðan grunn til að byggja á, þannig að það þurfti klálega að meta áhrif á fornleifar. Það er búið að tala um samgöngur og umferð, annars vegar á framkvæmdatíma, það að flytja rauninni 1,3 milljón rúmmetra úr Rauðamelsnámu yfir á hafnarsvæði. Það er miklir flutningar, þannig að það er mikil umferð.
Þannig að það þarf að skoða hvernig að því hver er áhrifin af því og svo náttúrulega við rekstur hafnarinnar, hvernig ertu að tengja við atvinnusvæði fyrir sunnan Reykjanesbraut. Útivist, það er talsvert af stígum þarna og þannig að það að hafa framkvæmdir þarna á þessu svæði mun hafa áhrif á útivist og svo að lokum var í rauninni að skoða ykkur áhrif á strandsjó, grunnvatnið og svo var skoðað samlegð við aðra framkvæmdir, meðal annars Carbfix, Suðurnesjalínu 2 og fleira. Auk þess eru aðrir umhverfisþættir sem voru til skoðunar. Þetta er niðurstaðan og ég fer aðeins yfir dýpra í þessi umhverfisáhrif, en eins og þið sjáið þá bara metum við það svo að það eru helstu umhverfisáhrifin eru á jarðminjar, það er rauninni raskið á hrauninu. En síðan segjum klálega að það eru mikla breytingar á ásýnd og landslagi, það eru þá talsverð neikvæð áhrif. Síðan kemur þarna í rauninni lífríki, áhrif á lífríki á landi, fornleifar og útivist og ferðaþjónustu eru líka neikvæð. Hins vegar teljum við að vera jákvæð á samgöngur og umferð, eins og Sigurður og Lúðvíkur eru búin að fara ágætlega yfir, en aðrir þættir eru bara óveruleg áhrif og þar kannski kemur bara mjög sterkt fram í áhrif á Straumsvíkina sjálfa og lífríkið þar. Og þá ætla ég að fara bara hratt yfir þessa svona megin umhverfisþætti og af hverju niðurstaðan er eins og þessi. Vegagerðin vann öldufars athuganir og niðurstaðan þar úr þeirri líkanagerð var að í rauninni gæði núverandi Straumsvíkurhafnar skerðist ekki neitt. Þannig að framkvæmdirnar voru metnar sem hafa óveruleg neikvæð áhrif eða bara óveruleg áhrif á núverandi höfn. Lífríki tjarnanna. Þar komu vatnaskil inn í með mjög fínt í rauninni líkan til þess að reikna í rauninni setflutning því að það sem áhyggjurnar voru var að það myndi flytja set af landfyllingunni, fínefnið og myndi setjast yfir þörung á botninum í Straumsvíkinni og það myndi byggjast hægt upp eða gruggið væri svo mikið á framkvæmdatíma að sólarljós næði ekki gegn fyrir þörungana. Og þetta voru rauninu stóru rannsóknarspurningarnar. Og til þess að geta svaraði þá þurfti að vita hvað er mikið af gruggi og seti að fara þarna inn. Rórum tók þá niðurstöður vatnaskila og niðurstaðan er rauninu svo að það eru ekki miklir setflutningar inn í tjörnina, inn í Straumsvíkina. Og fyrir því eru ákveðnar ástæður, annars vegar bara straumafar og síðan eru náttúrulega sterkir grunnvatnsstraumar undan landi, þannig að það er lítil setmyndun í tjörnunum og gruggið er ekki mikið. En vegna mikilvægis þá hefur ákveðið að hafa vöktun á grugginu, þannig að það verða mælt hversu strandsjórinn er gruggur og hvort hann sé í samræmi við líkana útreikninga. Og ef hann er að sýna meira grugg en áætlanir gera ráð fyrir, þá verður dregið úr eða landfyllingi stoppuð tímabundið og reynt að finna út breyta verklagi. Og með tilliti þessa þá er talið að áhrifin á tjarnirnar og lífríki strandsjávar séu óveruleg. Nú vatnafar er mjög mikilvægt og strandsjór er hluti af því. Helstu áhrifin sem voru talin geta orðið á vatn væri það ef eitthvað af þessum vinnuvélum sem eru að vinna í námunni það yrði eitthvað skonar olíusmit eða leki eða óhöpp sem myndi verða til þess að væri olía sem myndi leggja niður í jarðveginn og grunnvatnið. En þarna í kring er ekki vatnsverndarsvæði, þannig að almennt var talið að þetta væri ekki mikil hætta og áhrifin væri óveruleg.
lífríki á landi. Það er fyrst og fremst gróður. Það er í rauninni landið sem verður raskað út á efnistökunni og það að breyka í rauninni núverandi barburuveg til þess að þessi stóru tæki komist til og frá námunni. Þar verður gróðri raskað. Þetta er talsvert umfang, en það eru engar í rauninni plöntur á válista eða friðlistar innan þessa áhrifasvæðis og þess vegna teljum við í rauninni að áhrifin séu óveruleg til talsverð. Ásýnd og landslag, stóra framkvæmdir, umfangsmiklar og munu verða, sérstaklega hafnarframkvæmdirnar eru sýnilegar, munu breyta ásýndinni. Með höfnina þó má segja að hún byggist ofan á mjög manngert, tengist mjög manngerðu umhverfi, og meðan náman er meira kannski inngrip í svona náttúrulegt umhverfi. Hins vegar sést náman þannig sé ekki langt frá. Þú þarft að vera komin nokkuð nálægt svæðinu til þess að sjá í rauninni mannvirkið eða námuna. En við metum það að þetta sé í rauninni talsvert neikvæð áhrif á þennan umhverfisþátt. Og hér í rauninni, eins og þið sjáðu, þetta er talsverð breyting. En svo má svo sem alveg deilum það hvort að þetta sé endilega neikvætt. Þetta er sumum finnst flott að sjá mannvirki. Hins vegar hér, þetta er í rauninni aðstæðurnar eins og er í dag við Rauðamelsnámu, en þær verða svona ef allt svæðið er tekið upp. Og þetta er náttúrulega líka bara mjög mikil breyting á náttúrulegu ástandi svæðisins. Og hér erum við þá að sjá við stöndum norðan við námuna. Það er svona, þarna er í rauninni röndin á núverandi námu og það stækkar síðan í rauninni svona. Og hér erum við þá að taka bara í þeirra hæði sem við stöndum í og sjáum. Þannig að ásýndin, þú þarft að vera að koma aðeins nálægt námunni til að sjá þessi áhrif. En jarðminjarnar, eins og komið fram áðan, þetta eru rauninni helstu áhrifin. Það er vegna þess að við erum að raska stóru svæði á hrauni sem nýtur sérstakrar verndar. Það hafa verið skoðaðir aðrir valkostir eins og Sigurður fór yfir. Þessi er ákjósanlegastur. Það er búið að reyna að hanna námuna þannig að gefa nægilegt svigrúm, en líka það að taka ekki of mikið svæði. Þannig að Sigurður hefur verið að hanna, við erum að fara niður á dýptina eins og þú sjáðu á myndin á þannig. Þetta er mjög djúp náma í staðinn fyrir að vera að fara út til hliðana. En engu síður, þrátt fyrir þessa mótvægisaðgerðir, að þá er í rauninni matið okkar að þetta séum verulega neikvæð áhrif. Og bara þannig að það sé líka sagt, þessi áhrif sem eru hér er í rauninni niðurstaða matsteymisins. Þau kunna breytast eftir kynningatíma ef það koma rök fyrir öðrum eða rök fyrir að það er að breyta þessum vægisengunum. Þannig að þessi niðurstaða umhverfisáhrifin er líka bara partur af því sem er gott að skoða. Og hér sjáum við þá yfirlit yfir námuna og þessa rishóla sem rauninni Náttúrufræðistofnun segir séu mikilvægir og hafi mikið verndargildi, og þetta er rauninni það sem er þá að vera að raska með námunni. En það er hins vegar líka alveg ljóst, það að byggja svona höfn mun kalla á raska á hrauni þar sem við náum þessu stóru grjóti. Þannig að það er bara spurning hvar, og Rauðamelsnáma var talin ákjósanlegust. Það er engar fornleifar á hafnarsvæðinu. Við erum fyrst og fremst að tala um áhrif sunnan Reykjanesbrautar. Það verður ein fornleif sem henni verður raskað, en síðan eru nokkrar fornleifar sem eru í nágranni framkvæmdasvæðisins.
og það er þá ráðgert að merkja þær til að tryggja að vinnuvélar fari ekki í þær. Og ef það gengur eftir, þá teljum við að áhrifin á fornleifa séu óverulegar til talsvert neikvæð. Og hérna sjáum við sem sagt appelsínugulla er í rauninni Barberuvegurinn sem verður breikkaður, grænu punktarnir eru fornleifar og hvítu punktalínurnar eru í rauninni eru 50 metrar frá aðkomuveginum. Og það sama þá hér sjáum við með námuna, það er einn grænn punktur inni í námunni en aðrir eru nálægt. Efnistökusvæðið 16,8 hektarar. Útivistinn, það er alveg ljóst að það eru þarna trukkar að keyra fram og tilbaka, að það veldur ónæði. Rauðamels stígur, hann verður rofinn vegna efnistökunar og þá er ráðgert að stika slóð framhjá. Þannig að þetta mun valda ónæði á meðan framkvæmdum stendur, en fyrst og fremst bara er þá tímabundið á meðan unnið er í námunni. Og hér sjáum við ágætlega bara þessar gulu línur eru rauninni, það er svona leiðir sem eru í nágrenni framkvæmdasvæðisins. Þá að lokum í rauninni bara samgöngunar. Það skiptir miklu máli og Vegagerðin svo sem lagði strax á það áherslu í undirbúningum að það væri ekki að vera að fara með flutninga á efni úr Rauðamelsnámu inn á Reykjanesbrautina út frá umferðaröryggi, og það fannst þá bara mjög fín leið og því var breytt Reykjanesbrautin. Vegagerðin fór í það að búa til undirgöng fyrir flutningin og að tengja atvinnusvæðin á völlunum enn betur við þetta framtíðar hafnarsvæði. Og síðan erum við nú búin að fara ágætlega yfir það hvaða er rauninni ávinningunni í því að færa flutninga úr Ósararhöfninni, þessa þungaflutninga yfir í Straumsvíkurhöfn. Þannig að þetta er litapalettan á niðurstöðunni og nú veit ég ekki hvort að öll hafi prófað að senda inn athugasemd, en þetta er orðið mjög þægilegt og orðið í rauninni eins fyrir umhverfismat og skipulagsmál. Förum inn á skipulagsgátt.is hjá Skipulagsstofnun og þar finnið þið málið. Þetta mál er númer 37 2024 og þá poppar bara upp og mjög auðvelt að hlaða upp athugasemdunum ykkur. Og bara mjög mikilvægt að taka þátt. Þá ætla ég að fara örstutt yfir skipulagsbreytingarnar sem þarf til þess að þessar framkvæmdir geti í rauninni orðið að veruleika og í rauninni unnt sé að gefa út nauðsynlega leyfi, þar með talið framkvæmdaleyfi. Og þær breytingar sem þarf að gera á skipulagi er annars vegar aðalskipulag, það er deiliskipulag Straumsvíkur og deiliskipulag Rauðamelsnámu. Og í skipulagsferlinu, það er bara mjög gott að hafa það, hér er rauninni skipulagsferlið, eru rauðu kassarnir. Það byrjaði á skipulagslýsingu, það sem er rauninni sagt hvað á að gera, hvernig á að nálgast það. Það er kynnt, þar koma inn athugasemdir og næst er rauninni að vinna drög að skipulagi, rauninni vinnslutillaga til þess að sýna og kynna á opnu fundi eða allir hafi í rauninni aðgang að sjá hvert er verið að stefna og alls ekki full unnar tillögur. Og þessi drög eru svo kynnt sem við erum að gera þá í dag. Og síðan er í rauninni talsvert eftir, þannig að það þarf þá að í rauninni horfa á þær athugasemdir sem koma við skipulagsbreytingarnar, vinna með þær, búa til tillögu sem Skipulagsstofnun fer svo yfir og segir ok, er þessi skipulagstillaga uppfylla
hvað í lögum, verið að taka tillit til þeirra umsagna og athugasemda sem hafa borist og gefur þá grænt ljós ef hún telur svo að það megi auglýsa þessa tillögu og þá hefst 6 vikna ferli, kynningarferli og sem endar þá með í rauninni afgreiðslu sveitarfélagsins og svo loks Skipulagsstofnunar. Það sem hins vegar mjög gott í þessu að þetta keyrt samtímis, þannig að þau sem hafa áhuga á þessu að fá ótrúlega mikið af upplýsingum. Það annars vegar umhverfismatið og allar þær umsagnir og athugasemdir sem þar koma nýtast inn í skipulagsvinnuna. Það líka upplýsingar úr Carbfix-verkefninu. Þannig að það óheyrilegt magn af gögnum til þess að taka upplýsta ákvörðun og hafa áhrif á í rauninni áframhaldandi skipulagsvinnu. Þannig að ég held að bara þetta fyrirkomulag bara mjög gott og vonandi þá í haust verði hægt í rauninni að bara taka næstu skref af og vera fullviss að við séum með öll sjónarmið upp á borðum þegar áður en ákvörðun tekin næstu skref. Hvað langt í útgáfa framkvæmdaleyfi með Ef allt gengur upp, framkvæmdatíminn eins og kynntur í umhverfismatinu, þá verið að tala óskastaðan verið hægt að hefja í lok árs þess árs framkvæmdir. Já. Hversu mikið ras verður þegar fyllt upp í Miðbæjarhöfnina? Við Straumsvíkurhöfnin, stækkunin, hún 20. Ég kem þú sérðir og færð að sjá stærðirnar eftir smástund. Og ég ætla að hlaupa hratt yfir, við erum búin að fara ágætlega yfir af hverju við erum að breyta. Áður, bara þannig að það sé sagt, áður við að búa að gera ráð fyrir í aðalskipulaginu aðkomu að hafnarsvæðinu undir Reykjanesbrautina. Það var búið að gera ákveðna breytingar á stækkun hafnarsvæðisins og gera ráð fyrir Rauðamelsnámi. Þannig að svona líta þá drög út af aðalskipulagsbreytingunni og þarna rauða klessan í rauninni Rauðamelsnáma. Þið sjáu hvernig hún þá að stækka frá gildandi skipulagi yfir í og sem sagt tillagan drögin hægra megin. Og þá rauninni hafnarsvæðið í heildina með því sem náttúrulega bara hafnarsvæðið sem í dag að verða 33 hektarar. Efnistökusvæðið fer úr 16 í 22 hektara og þar kannski stærsta breytingin í rauninni umfang efnistöku sem heimild í aðalskipulagi. Þetta var 180.000 rúmmetrar en verður 1340. Og auk uppdráttar þá í rauninni greinagerð og umhverfismat fyrir breytingarnar sem byggir náttúrulega á þessu umhverfismati sem ég var að fara yfir áðan. Það hefur verið breyting, það þarf að vinna deiliskipulag fyrir stækkunina á Straumsvíkurhöfn. Það eru teiknaðir og gerðar 3 stórar lóðir og það gerð þá byggingarheimildur upp á 37.000 fermetra. Það eru kvaðir lágmarkskvóta, lágmarkshæð lands- og gólfkvóta, bara samkvæmt umsögn sem barst frá Vegagerðinni. Og þarna í rauninni líka umhverfismatsskýrsla sem fylgir með. Og að lokum í rauninni drög að breytingu á deiliskipulag Rauðamelsnámu. Hægra megin þá þessi tillaga sem með stækkun. Þar almennt verið að segja stærra svæði undir, meiri heimild til efnistöku og svo skilmála frágang. Og bara þannig að það sé sagt að í rauninni það komu alveg ábendingar mikilvægi þess að ganga vel frá náminni sem klálega
er partur af skilmálunum, en það er líka komið fram þessi ábending frá Veðurstofunni bara almennt að sveitarfélög þurfa að huga því bara út frá því ástandi sem við erum með varðandi náttúruvá, að það sé mikilvægt að hafa aðgengi að efni þurfi að reisa varnargarða með stuttum fyrirvara. Og þá hefur í rauninni Rauðamelsnáma verið nefnd sem ágætis staður til að geyma efni þar sem það er stutt í byggð. Já, ég er bara búinn og svo bara gef ég fundarstjóra orðið. Þetta er síðasta glæran og bara þannig að sagt, á morgun fara öll skipulagsgögnin í skipulagsgáttina þar sem þið getið í rauninni kynnt ykkur þar og í rauninni gert ábendingar og athugasemdir. Þannig að, og sá tími er alveg til 7. ágúst. Takk fyrir. Já, við þakkum Stefáni fyrir kynningarnar og núna hefjast spurningar og svör. Við erum svolítið óvenju mörg á þessum fundi þannig að við þurfum að vera alveg sérstaklega skýrmælt og skorinort og spurningi þarf að vera einföld til þess að við náum að svara sem flestum spurningum og Gunnhildur mun vera með hljóðnemann og þeir réttu upp hönd og ná athygli hennar og hún safnar síðan saman upp í 3 spurningar og þá reynum við að svara þeim. Kynnum okkur líka. Halló, Jónatan Garðarsson heiti ég og ég spyr sem hraunavinnur og almennur útvegstarmaður verður alfarið fallið frá Óttastaðahöfninni ef þetta fer í gegn og þetta snýr að ykkur öllum. Sama þremur. Góða kvöldið, Ásrún heiti ég. Ég er að velta fyrir mér þegar ef þessi höfn verður gerð og komin í full starfsemi, að vera með svona aðskildar hafnir, býður þetta upp á umferð á milli hafnarsvæðana, verður það í gegnum holtið eins og núna er töluverð umferð frá svæðinu, hafnarsvæðinu í gegnum holtið og fram hjá Hvaleyrarskóla. Veit ekki, Lúðvík. Já, mér langar að spyrja í sambandi við tengingarna milli hafnana. Ég er vörubílstjóri, og vegurinn sem kemur frá gömlu höfninni, suðurhöfninni, hann enda bara við björgunarsveitarhúsið. Það var ekki á skipulagi einhvern tímann vegur út fyrir Hvaleyrina og sem myndi tengjast á inn á þennan veg. Eða er það komið úr skipulagi? Maður kemst ekki nema holtið eða inn á Reykjanesbrautina ef maður ætlar suður yfir eða bara hver sem er. Og það er búið að þrengja svo mikið að vöruflutningum frá höfninni að það er eiginlega orðið ógjörningur að komast þarna í burtu. Það voru komnar 3 spurningar og ég held að það sé bara fínt að Lúðvík svari fyrir þetta allt saman. Það er alltaf í því að svara fyrir eitthvað. Jú, takk fyrir þetta fínar spurningar. Ég bara, Jónatan, já, bara hreint og klárt. Það er einmitt verið að gera hér megin stefnubreytingu að horfa til þess að þessi útfærsla á stækkun hafnarinnar austan megin við Straumsvík dugi okkur og þeirri starfsemi sem við horfum til næstu áratuga að þjóna okkar starfsemi hér í Hafnarfirði og við erum þá ekki lengur að horfa til þeirra hugmynda sem voru þróaðar varðandi Óttastaðalandið. Það mun þá væntanlega bara birtast í nýju aðalskipulagi sem að bærinn er að fara í gegnum núna. Þannig að þetta er stór breyting. Við erum að tala þar 10-falt stærri dæmi sem var uppi á teikniborðinu. Varðandi umferðarmálin, þá get ég að svara ykkur báðum með það er ekkert hort til þess að það sé ykkur umferðartenging sérstök á milli þessara hafnarsvæða. Við erum einmitt að búa til aðskilin hafnarsvæði með því að koma öllir í þungastarfseminni og þungaumferðinni á svæði hérna við Straumsvík og tryggja það að leiðin sé bara styst undir nýju göngin sem er að koma þarna á móts við hreinsistöðina beint inn í iðnaðarhverfið.
bæði með vörur úr iðnaðarhverfi út á hafnarsvæði og frá höfninni og inn í steypistöðvar og malbikunarstöðvar og aðra starfsemi þar er. Þannig að þetta er gríðarlega mikil breyting fyrir umferðarþungan eins og hann er í dag og er að sífellt að aukast. Það voru hugmyndir það á sínum tíma að vera með umferð að leið milli hafna fyrir Hvaleyri og þær í gegn. Það varð aldrei að neinum veruleika og aldrei útfærð eða slík tillaga. Það er bara ein aðkomuleið frá hafnarsvæðinu í Hafnarfjarðarhöfn sem er eftir Ásbrautinu upp á Reykjanesbraut og svo áfram þá suður úr í Krýsuvíkurveginn eða inn til Reykjavíkur. Þetta er vandinn á hafnarsvæðinu í dag. Að við erum bara mjög þrönga stöðu með flutninga inn á út af svæðinu og þess vegna skiptir það verulegu máli eins og við erum að leggja þessa tillögur upp að geta flutt þessa mestu þungaflutninga út af því svæði inn á þetta svæði. Og þetta er bara nákvæmlega sama að gerast í öllum hafnaborgum í Evrópu og Ameríku að það verið að færa þessa þungaumferð hafnana úr borgunum í svæði utan borgana. Og það er það tækifæri sem við höfum í Straumsvík. Já, þökkum Lúðvík fyrir, en ég held að Gunnhildur sé koma nokkra spurningar. Já, það eru líka spurningar af netinu. Ég vil taka 3, svo kem ég í hornið og það er Ólafur Már Jósefsson, hefur 2. Hvernig getum við verið vissum að ekki slæðist nefilefni með þessum koltvísýringi sem fluttu verður hingað til landsins og gætu verið mengandi og bindast ekki við basaltið, verða tekin sýni úr hverri sendingu ef verkefni fer á stað og síðan verður það stoppað, til dæmis vegna jarðskjálfta sem gerast, vegna niðurdælingarinnar. Hver ber þá kostnaðinn af höfninni, verður það alfarið í höndum Hafnarfjarðar eða mun Carbfix bera hluta kostnaðarins þrátt fyrir að nýta ekki höfninni eins og planað var. Og svo er það Haraldur Ingvarsson, eru þessar framkvæmdir bara vegna Carbfix verkefnisins. Og hver borgar fyrir höfnina, Hafnarfjarðarbær eða ríkið? Já, ég held að ég geti svarað allavega 2 af þessar spurningar. Það er varðandi það að við fáum einhver snefilefni með koltvísýringnum. Það er ekki mjög líklegt vegna þess að það verða gerða mælingar á hverju einasta farmi sem kemur til landsins og þetta er bara eins og gæðakerfi í hverjum öðrum rekstri að ef að koltvísýringunum stenst ekki þær kröfur sem gerðar eru til hans að þá verður ekki tekið á mótunum og þetta er frekar einfalt í raunveruleikanum að halda þessu uppi. Ég er ekki með nákvæmlega hvaða magn af hvaða efni megi vera en auðvitað munum við bara fylgja þeim mörkum sem að sett eru til þess að passa það að það verði ekkert tjón á náttúrunni. Varðandi höfnina og hver borgar, ég segi það bara aftur eins og ég sagði í upphafi að höfnin verður ekki byggð fyrir lánsfé sem annarkvort höfnin eða Hafnarfjarðarbær munu afla til að standa fyrir þessu. Það verður að finna aðra leið til þess að fjármagna þessa framkvæmd og það er alveg klárt að meirihluti bæjarfulltrúa er á þessu máli. Fyrirgefðu. Nei, menn það er ekki okkar ætlun að fjármagna þetta. Þetta verður að finnast annars staðar frá. Annarkvort þarf Carbfix. Við ætlum ekki að fjármagna hana með lánsfé. Já, það er það sem Carbfix þarf að svara með okkur. Látum fundin aðeins vera svona undir smá aga. Það er alveg að hreina að það verður ekki að verkefninu nema að fjármagni komi frá öðrum aðila en Hafnarfjarðarbæ. Hvað kemur inn hugmyndin, hvenær er hugmyndin hvernig fjármagna verkefni? En það snýst fundurinn ekki það, hann snýst skipulag og umhverfismat. Við erum bara að taka hérna aukaspurningar varðandi Carbfix verkefni vegna þess að það er mikill áhugi á því. En og þriðja spurningin svarið við henni náttúrulega það að það verður ekki á þessu verkefni nema það verður fjármagnað öðrum og Hafnarfjarðarbær mun ekki bera fjárhagslega ábyrgð á þessum framkvæmdum. Nei, betur það er Gunnhildur sem þið þurfa að ná athyglinni hjá.
Fyrirgeðu, hver verður þá tilgangur miðbær hafnarinnar ef allur iðnaður er kominn suður í Straumsvík, á þá bara að fylla upp í hann og byggja á henni eða hvað? Tökum tvær í viðbót. Mér langar að byrja, ég heiti Elín og mér langar að byrja bara að fá að þakka fyrir þessar kynningu á þessu stórkostlega útópíska verkefni sem að ég sé ekki alveg eins og þú ert að tala um núna að er ekki að fjármagnar og ekki eins og búin að hugsa leiðir til þess. Ég hef aldrei, við sem erum orðin komin á þennan aldur, við vitum að það þarf alltaf að borga þetta og við vildum gjarnan fá að vita hvernig það á að vera. Eitt, mér langar að spyrja, beina kannski spurningu minna Lúðvíki Geirssyni sem að var upphafsmaður að mig minnir að íbúakosningu varðandi stækkun á álverinu. Hvaða skoðun hann hefur á því að þessi framkvæmd og Carbfix fari saman í íbúakosningu. Mér langar líka að spyrja að af hverju var umhverfismatið á þessu ekki gert sama, því að þetta hefur vissulega áhrif hvort á annað og hvernig er hægt að aðskilja þetta. Og í þriðja lagi langar mig að spyrja líka ef að Carbfix er ekki að koma hérna, ef að það fer með það verkefni eins og ævintýri á Skaganum, yrði þá höfnin svona stór eða væri við að tala um miklu minni framkvæmdir og miklu minni, og þessi mynd sem er sýnd á höfninni, er þetta ásýnda mynd frá miðbænum? Og eitt enn, Lúðvík, að því að hann talar um að það sé gott að vera með... Reynum að vera skýr, sko, ég baði það sérstaklega fyrirfram og ég bið að þú, sko, sért ekki með mjög margar spurningar í viðbót. Ég er mjög skýr, Orri, og þetta er 1,5 tími og það er búið að vera fyrirlestur hér í 70 mínútur. Við höfum 20 mínútur að spyrja í svona stóru máli, þá er mjög eðlilegt að við höfum margar spurningar. Mér langar að spyrja líka og mér finnst vænt að Lúðvík hafi áhyggjur og sé að bera umhyggju fyrir íbúðum miðbæjarins. Mér finnst þetta líka að gera það fyrir íbúðunum í útkverfunum, því að það er ekki nóg með að þessi þungaflutningar sem koma frá þessum fyrirtækjum á völlunum fari niður, heldur talar í kafla 3 og 4. Hver er spurningin? Já, ég er að segja það. Í kafla 3 og 4 að þá eiga að ná í fleiri fyrirtæki til að koma með vörur og farþega inn á svæði, það kemur ekki frá völlunum. Þannig að það er aukning á umferð, á hún að fara í gegnum Hringtorgi og Siðbergi. Þá byrja Lúðvík að svara. Já, takk fyrir það. Það var spurt hérna fyrst tilgang Hafnarfjarðarhafnar, hvort að hann breytast eitthvað og hafnarstarf sem við leggjast af það, nei, þvert á móti. Við erum að færa, eins og ég nefndi áðan í þessum hugmyndum, þungaflutninga skipa þeirra stærstu og sem eru með lausavöru og annað efni af því svæði inn á þessa höfn, þá væntanlega í Straumsvík, stækkun, til þess að geta rýmka fyrir almennri eðlilegri hafnarstarfsemi í Hafnarfjörðarhöfn. Og hvaða starfsemi er það? Það er fiskiskip, það eru togarar, það eru farþegaskip, það eru skip sem er að koma til viðgerða og skip með annars konar lausavöru. Og það er bara mikil aukning í þeim flutningum eins og því að væntanlega orðið vör við, og við höfum bara ekki rými til að anna allri þeim óskum skipakomið til okkar í dag vegna þess að það er orðið ásetið á höfninni. Þannig að það er langt í frá að þessi verið að draga úr einhverju þar, enda erum við þar á auki með þessa glæsilegu smábátahöfn sem við erum að fara að stækka og tvöfalda í dag í tillögum sem verða kynntar nýja Vesturhamarshöfn sem að stendur fram að við Vesturhamarinn og í áttina að Fjörugráni. En það var spurt hérna líka með íbúakosningu og það er búið að leiða það í íslensk lög eftir að íbúakosning fór fram hér stækkun, fyrir þá stækkun álversins í Straumsvík, að það er í höndum íbúana sjálfra ef að þeir hafa hug og vilja til þess að mála af þessari stærðagráðu fari í íbúakosningu, þá er það bara þeirra að taka
sig saman í þeim efnum og ég bara fagna þeim lögum og við vorum frumkvölar af því í Hafnarfirði á sínum tíma, en ég ætti ekki að blanda mér með það, ég er ekki hér lengur bæjarfulltrúi eða í pólitík, ég er embættismaður hérna og er að sinna starfsemi Hafnarinnar, ég bara vísa til þess að það eru lög íbúakosningar sem að gefa íbúum rétt og stöðu í því máli. Varðandi ásýndina, að ég veit ekki að vísa til þessara myndar sem að var í forgrunni í kynningunni. Það er vantarlega sjónarhorn ofan af Hvaleyrarholti eða frá golfvellinu með því svæði. Ég náði ekki Ella síðustu spurningunni með hringtorg í Setbergi eða? Nei, já, eitt ég glemdi ég og tala umhyggju eingöngu fyrir íbúum í miðbænum. Ég hafna öllu slíku að þetta sé eitthvað verið að skipta upp umhyggju eftir íbúum hvað þeir búi í bænum. Ég er bara Hafnfirðinga í huga allra og það að draga úr umferðarþunga í gegnum bæinn frá Hafnarfjarðarhöfn hefur bara ríkuleg áhrif á þá sem búa hér á völlunum, sérstaklega. Vegna þess að, tímabundið? Nei, það er alls ekki, Það er bara verið að, hvaðan á að koma? Þegar það fá fleiri aðilar til að kaupa af ykkur legupláss, hvaðan eiga þeir að kaupa á, ég heyri ekki sérum. Legupláss Það eru, þið talið að Carbfix muni nota fyrsta vélugutakt. Já. Síðan möguleikar, það ekki framtíða möguleikar fyrir fleiri fyrirtæki og skemmtiferðaskip. Nei, það var engin skemmtiferðaskip í þessari höfn. Engin skemmtiferðaskip? Nei, þetta er engum... Nei, en þau munu áfram verið í höfninni í bæ? Nei, já, þau verða bara áfram í Hafnarhöfn. Já, ok. En hvaða fleiri fyrirtæki að koma þarna til að skipta við? Fyrir utan Carbfix sem að myndi nota eitt bakka, þá verið bakki 2 notaður fyrir þessa lausaflutninga, það er að segja sand og möl og salt og járn, sem að verið að keyra núna í stórum mæli 15.000 ferðir á hverju ári gegnum bæinn, fram og tilbaka. Það færi þarna út eftir og við myndum losna við það á götum bæjarins og til viðbótar væru þarna tækifæri fyrir fyrirtæki sem eru bara í almennum innflutningi á gámum og annarri vöru að flytja sitt efni þarna inn á þessu höfn. Já, ég er að spyrja hvaðan kemur svo umferð og hvaðan fer hún? Hvaðan kemur svo umferð? Já, fer hún ekki gegnum frá annarkvort höfuðborgarsvæðinu? Já, það myndi vantarlega eitthvað að þegar umferð fara eftir Reykjanesbrautinni, já. Já, ekki gegnum Hafnarfjörð. Já, ég veit ekki betur en að það séu tillögur Vegagerðarinnar það að búa til sérstakar tengingar frá svæðinu niðan af Reykdalsbrekku og út fyrir Kaplakrika, þannig að það eru bara svo þróun sem er að verða. Við vitum að Reykjanesbrautin, hún er þetta algjörlega í ófæri ástand á þessum kapli í dag. Ég get ekki ímyndað mér að menn ætla að hafa það þannig alla eilífð. Það hlýtur að byrja, við erum heldur ekki að tala það að þetta sé ykkur hluti sem er að fara að gerast á morgun. Þetta hefur allt sinn tíma. Já, það þarf að helst að byrja á því fyrir lok þessa árs ef að þær hugmyndir ganga eftir sem að eru uppi starfsemi hjá Carbfix. En jafnvel, ég ætla að segja það hér, jafnvel þó að það kæmi ekki til þess að það yrði hér starfsemi Carbfix í þeirri mynd sem hefur verið teiknuð upp, þá verður það framtíða þörf fyrir Hafnarfjarðarhöfn að geta skapað þessa ytri höfn fyrir þessa þyngri flutninga okkar. Við þurfum að geta tekið á móti þeim skipum sem eru stærri, þurfum meira dýpi og við viljum ekki vera með hér inn í innri höfninu vegna þess að við eigum í erfitt með að taka við þeim og það hentar bara ekki umferð og öðru á því svæði. Þegar við erum að tala kostnað í svona dæmi og Orri hefur verið að nefna það og það er líka ekki fyrir hvernig menn munu alltaf fjármagna dæmi og með hvaða hætti það er útvært. En það er alveg ljóst og það segir sér bara sjálft. Þeir sem eru að nota höfnina, þeir munu að enda borgarna. Spurningin það hver muni borga höfnina. Ef að ekki verður af Carbfix-verkefninu, þá gerist þetta alltaf miklu lengri tíma.
Hafnarfjarðarhöfn rekin með ágætis afgangi og hún getur farið á stað, en þetta ekki að fara að verða einhver hraðframkvæmd nema að það sé stór notandi sem örugglega að fara að koma og örugglega að fara að í rauninni að borga fyrir höfnina. Varðandi með Setbergs hringtorgi, það sem alveg rétt sem Lúðvík sagði, að við erum að reyna að ná saman með Vegagerðinni það hvernig við gerum þennan kafla frá Setbergs hringtorgi eða Lækjargötu hringtorgi að Kaplakrika betri, og okkar vonir standa til þess að verði annarkvort í jarðgöngum sem komi upp við Kaplakrika eða í stokk, og þá verður umferðin mun greiðar og betri fyrir utan að hún verður ekki sjáanlega á þessum kafla. Þannig að það er það sem að verður komið áður en að þessi höfn verður tilbúin. Taka næstu 3 ár. Stefán þarf að svara því. Já, fín spurning, af hverju ekki saman? Það er svo sem ekkert mörg dæmi slíkt. Þetta eru 2 ólíkir framkvæmdaraðilar, þannig að umhverfismyndin voru bara unnin í sitt hvoru lagi, en það sem hins vegar eins og við sýndum áðan, að allar upplýsingar eru á sama tíma. Það öll gögn liggja fyrir núna Carbfixið, stækkun hafnarinnar og efnistökunar og fyrstu tillögur að skipulagsmálum. Þannig að ég myndi segja að við værum með bara mjög, það hægt algjörlega að móta sér skoðun á þessum framkvæmdum í heild, og síðan í umhverfismatinu fyrir höfnin og Rauðamelsnámu þá var litið til þeirra þáttar sem gætu mögulega fallið með verið samlegðaráhrif með hafnarframkvæmdunum. Þannig að það klárlega inni að hluta. Þá fer Gunnhildur að sanna svona spurningum, og ég sé að tíminn að vera búinn, og þannig ekki ætlun að slíta þessu fyrir en við erum aðeins búin að fá fleiri spurningar og fleiri svör, þannig að við byrjum á að framleggja svona korter til að byrja með. Já, ég heiti Sjöfn og hef búið í Hafna fyrir alla mína ævi. 5 aðilar erlendis hafa neitað Carbfix að þessa bortæki vegna nálægðar við byggð, og það að tala 50 til 100 kílómetra sem nálægt að þeirra mati. Við erum að tala 700 metra frá byggð, og við erum að tala jarðskjálftasvæði, og við erum að tala að það getur orðið skjálftar innan 2 kílómetra frá þessum bortegum, og þar innan eru vellir og holt, meðal annars þar sem þú býrð, Orri. Vatnsverndarsvæðið, ég hef áhyggjur af því, verður það bara að sóta vatni? Flýturinn í kjallara, það gæti orðið, vita kjallareigendur af því. Og eldvirknin hafin á Reykjanesskaga. Sko, ég hef ekkert á móti þessu verkefni, það staðsetningin sem ég á móti. Og mér spæjast að tala niður til okkar að segja að við vitum ekkert hvað erum að tala. Eldvirknin hafin á Reykjanesskaga. Hafið þið fengið hlutlaust mat, ekki semst frá Carbfix, heldur hlutlaust mat frá jarðfræðingum og eldfjallafræðingum, hvort það sé í lagi að dæla þannig endalaust niður af vatni út af jarðveginum. Ég ekki jarðfræðingur. Já, eftir sem skilst þá þetta gastegund sem verður að flytja inn, og í risastóru skipum þetta gas eldfimt undir þrýstingi, og ef þú dælir þessu niður í bergið getur þetta bara sprungið í loft upp eða kemur upp einhverja eldgos eða annað. Og til dæmis, og svo önnur spurning, Straumsvíkin, Ísal, byggingarnar, þetta er 60 ára gömul bygging, sko, og þetta orðið með elstu álverum í heiminum. Það löngu búið að loka mörgum álverum
sem eru svona nálægt byggð erlendis og rífa þau. Þetta er orðið 60 ára gamalt. Þetta er sko, þetta hlýtur að fara að koma að því að þetta endi þessi notkun á þessu álveri. Er þá ekki hægt að bara nýta þessa höfn þarna fyrir eitthvað annað? Og taka eina í viðbót. Góðan dag, Eydís Fransdóttir heiti ég. Mér langar til að spyrja varðandi það að það hefur komið fram að þetta séu 2 óskyldar framkvæmdir, annars vegar stækkun hafnarinnar í Straumsvík og svo Carbfix-verkefnið. En það er ljóst að þessar 2 framkvæmdir eru háðar hvor annarri, mjög mikið. Og því er mér spurt, stendur til að meta niðurstöðu þess að tveggja umhverfismata samhliða? Verða þær teknar saman í eina niðurstöðu vegna þess að hvoru framkvæmdin verður að veruleika að svo stöddu nema hinn gangi eftir líka? Í rauninni á mjög erfitt með að skilja hvernig er þetta að segja að þetta séu 2 framkvæmdaraðilar. Það er allavega 1 greiðsluaðili. Ok, herri, ég skal reyna að byrja að svara og ég sem betur fyrir eru fulltrúar frá Carbfix hérna sem geta þá fyllt betur út í. En hérna varðandi koltvísýringurinn er nú ekki eldfimur, hann er notaður í slökkvitæki og er þar með aldrei að fara að springa eða kvikna í honum. Varðandi það hvort álverið verði hérna áfram, þeir eru náttúrulega með starfsleyfi í allavega 12 ári viðbót minni mig og einhver tíman lokar verksmiðjan en ég þori ekki að segja hvenær það verður og það er svo sem ekki beinlínis hluti af þessu verkefni. Síðan varðandi hérna fjármögnun og framkvæmdaraðila, að sko Hafnarfjarðarhöfn verður framkvæmdaraðilinn að stækkuninni af henni verður. Það er, þú veist, alveg á hreinu og Carbfix mun síðan að sjálfsögðu sjá að byggja upp sína aðstöðu ef af því verður. Höfn Já, ég sagði nú áðan svona, ég sagði að þú veist, það gæti vel verið að þessi stækkun gerist þá á miklu lengri tíma vegna þess að Hafnarfjarðarhöfn, þó hún sé rekið með ágætum afgangi, þá hefur hún ekki bolmagn til að fara í þetta á þeim hraða sem er þetta ef að það er komin stór notandi með langtíma samninga eins og Carbfix stefnir að. Já, það er það sem við erum að reyna að læra af núna, að við ætlum ekki að taka á okkur þær skuldbindingar. Já, það er það sem að, þú veist, er óljóst og meina, ég held að það sé bara heiðarlegt að segja það er ekki komið á hreint, en hins vegar er á hreinu að meirihluti bæjarfulltrúa muni ekki samþykkja lántökur til þess að fara í þessa framkvæmd. Það er það sem er á hreinu. Hitt svarið hlýtur að koma því að annars verður ekkert af framkvæmdum að sinni. Nú er ég aðeins svona að ruglast í þessu en hérna, já þú varst með spurningar sem að Já, ég er einhver hlutlaus. Sandra heiti ég er yfirvísindakona hjá Carbfix, þannig að ég er ekki hlutlaus. Ég ætla samt að vísa í að skýrsla jarðskjálftahættu er unnin af íslenskum orkurannsóknum, af jarðskjálftafræðingum þar, þannig ég bara vísa ykkur endilega á að kynna ykkur hana. Já, hvar á ég að byrja? Varðandi jarðskjálftahættu, þá er Straumsvík ekki virt jarðskjálftasvæði. Þar hafa ekki orðið neinir jarðskjálftar síðan mælingar hófust, jafnvel þó við séum í nálægð við jarðskjálftasvæði. Jarðskjálftarnir eru, upptök jarðskjálftana eru á jarðskjálfta... Já, ég skal líka koma inn á það. Já.
Nei, enda stendur það ekki til. Og svo ég haldi nú kannski bara aðeins áfram að niðurdæling í grunnar borholur hefur ekki valdið jarðskjálftavirkni. Í Hengli þarf að dæla í borholur sem eru alltaf 2000 metra djúpar. Og til dæmis þau sem hafa fylgst vel með eldvirkninni á Reykjanesi, því það eru mjög margir svona sem hafa fylgst með jarðhræringu í kringu það, þá sjáu þau oft að rétt áður en að eldsumbrotinn verða, þegar að jarðskjálftarnir eru komnir upp í svona 2 til 1 kilometra dýpi, þá þagnar allt. Og þetta er að því að jarðskorpan er ekki nógu þykk og hún hefur ekki burði til að byggja upp þá spennu sem þarf til að valda skjálftavirkni. Þess vegna sjáum við alltaf þessa þögn rétt áður en að kvikan brýst upp til jarðar og þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir því að niðurdæling í grunnar borholur veldur ekki jarðskjálftum. Og það þrýsting. Við erum ekki að dæla niður á háum þrýstingi. Þetta er ekki neitt sambarlegt við til dæmis sem oft kemur upp í umræðinni, einhver fracking og eitthvað slíkt. Sem betur fer, og það er náttúrulega bara eðli basaltsins, það er mjög lægt og það er erfitt að byggja upp mikla spennu og mikinn þrýsting. Og þrýstingurinn er alltaf 20 bör eða, í mesta lagi 20 bör. Skipaflutningar. Ég er jarðfræðingurinn, þannig að 7-9 bör við -50 gráður. Fjarlægðin, já. Í fyrsta lagi þá er það alls ekki rétt að okkur hafi verið neitað nokkurn hlut. Þetta er fyrsta val Carbfix að vera í Straumsvík. Hvaða samsvarandi verkefni? Ég þekki ekki nein samsvarandi verkefni af því að þetta er fyrsta sinnar tegundar á heimsvísu. Svo ég haldi kannski bara áfram með söguna, þá erum við náttúrulega búin að vera að dæla niður núna koldíoxíði í yfir 10 ár og við erum núna að dæla niður á 5 stöðum. Það eru kannski ekki mörg sem hafa orðið vör við það. Þannig að nú erum við bara komin á þann stað að við viljum bara fara að gera meira og fara að hafa einhver raunveruleg áhrif fyrir loftslagið. Og til þess að svo verði, þá er Evrópusambandið núna að leggja áherslu á móttökustöðvar fyrir koldíoxíð. Og það er ekkert bara á Íslandi, það er verið að byggja upp svona móttökustöðvar víða heim. Og hér á Íslandi erum við með þessar kjöraðstæður að ekki bara geyma koldíoxíð sem gas í jarðlögum eins og stefnt er á að gera til dæmis í Danmörku og undan ströndum Noregs og í Hollandi, heldur getum við steinrunnið koldíoxíð í basalti. Þannig að við erum í rauninni með aðferð sem er öruggari en gengur og gerist. Og þess vegna kom þetta verkefni til sögunar. Við heitum stærsta rannsóknarstyrk sem að Evrópusambandið hefur veitt til Ísland fyrir þetta verkefni. Við erum að fara að byggja það upp í skrefum og við megum ekki gleyma því og það er mjög mikilvægt. Og með því að byggja það upp í skrefum þá erum við að afla gagna, læra betur, besta okkar ferla og svo við getum gert þetta eins vel og hægt er. Og ef allt gengur óskum þá erum við að fara í fullan rekstur eftir 8 ár. Þið eru ekki tilraunadýr. Rannsóknarfasa, nei, þetta er ekki tilraunaverkefni. Rannsóknarfasa þessa verkefnis er fyrir löngu lokið og við erum hluta rekstri Hellisheiðarvirkjunar. Við erum að dæla niður frá 2 lofttrinn sem við erum á Hellisheiði sem eru ekki rannsóknarverkefni, það eru bara verkefni á iðnaðar skala. Við erum að dæla niður frá Nesjavallavirkjun, við erum að dæla niður út í Helguvík, þannig að þetta er ekki rannsóknarverkefni. Jú, í Helguvík. Sem næst. Já. Já,
það að sjálfsögðu tekið með í reikningin og 95% ávinningur af því koldíoxíði sem við komum með hér inn. Og þá erum við að taka inn í reikningin bæði bygginguna verksmiðjunni og flutningin. Þannig að það mikill ávinningur og annars dýpi borholana alltaf 1000 metrar en svona við Nei, það Nei. Já, en þess vegna þarftu líka að gera þetta með réttum hætti og það það sem að þessi tækni snýst Já, ég skal, sko, fyrir að fyrsta þá vil ég endilega benda ykkur á að kynna ykkur Carbfix. Já, og það sem tæknin gengur út á að leysa koldíoxíð upp í vatni. Og með því að leysa koldíoxíð í vatni og dæla niður á ákveðið dýpi þar sem að vatnsþrýstingur grunnvatnslaga fyrir ofan þann stað þar sem við dælum niður hærri heldur en hlutþrýstingur koldíoxíðs í vökvanum, þá getur ekki myndað gasbólur. Þannig að það triksið. Það fyrsta sem skiptir öllu máli við niðurdælingu að tryggja að þessi hydrostatíski þrýstingur sé hærri heldur en hlutþrýstingur gas í vökvanum sem við dælum niður. Hvað segirðu? Já. Já, það líka fundur á netinu og fólk heyrir ekki í ykkur ef þið talið ekki í mækinn. Þannig að við verðum að halda smá reglu á þessu. Já, ég kannski bara. Já, tökum við Eigum við ekki að taka 3 af netinu einmitt og svo höldum við áfram. Nú ég svo gleyming. Já, það líka eitt sem mér langar til þess að segja varðandi af hverju þetta 2 umhverfismet sem mætti alveg koma að skýra fram. Að þetta ekki ákvörðun okkar, þetta ráðlegging frá Skipulagsstofnun af því að þetta eru 2 ólíkir framkvæmdaraðilar. En í báðum skýrslum, ef þið kíkja á þar, þá eru framkvæmdir Carbfix og framkvæmd Hafnarfjarðarhafnar sérstaklega nefndar sem tengdar framkvæmdir. Og þess vegna líka þetta lagt saman, en þetta mat Skipulagsstofnunar sem að þetta fari svona fram vegna þess að þetta eru ólíkir framkvæmdaraðilar, bara svo það sé alveg á hreinu. Já, það góð spurning. Nei, við þurfum öll að hafa stjórn á okkur því að þetta skiptir máli upp að við fáum sem flestar spurningar og flest viðhorf fram. Þannig að ég held að Gunnhildur ætla að lesa upp núna spurningar af netinu. Já, það Ólafur Már Jósefsson, hversu langt frá nútíma og framtíðarbúðum niðurdælingin eiga sér stað, kemur það fram á kort einhvers staðar. Klara Rut Ólafsdóttir í 3 liðum hefur verið gert áhættumat af mögulegum áhrifum að niðurdælingu CO2 í svo miklu magni, hvað rannsóknir sýna fram á að það sé hentugt að setja niður slíkar framkvæmdir nærri byggð og hvar samráðið við íbúa í þessu fyrirhuguðu framkvæmdum varðandi stækkun hafnarinnar og Carbfix. Og svo bara smellum við einni hérna, það Björg Helga Geirsdóttir, ásýnd og landslag neikvæða áhrif. En hvað með hávaðamengun? Við sem búum í nála við álverið heyrum þunghljóð við uppskipun núna. Hvernig verður það þegar þetta komið í þegar þessi stórskipahöfn komin í fulla starfsemi? Það ekki að byrja að fá Carbfix til að svara og svo mögulega þarf Lúðvík að svara fyrir hávaðan. Sælöll, ég heiti Ólafur Elínarsson, ég leiði samskiptamálin hjá Carbfix. Við erum búin að setja upp 2 heimasíður, 1 Facebook-hóp og viljum koma upplýsingum sem allra best til ykkar. Við fengum að vera meðlimir í mótmælum staðsetninguhópnum, svo erum við beðin að fara sem við gerðum að sjálfsögðum. En þið megi bara endilega koma og kynna ykkur hópin okkar, Kóta Terminal, upplýsingar, á Facebook, upplýsingar og samskipti, ef mann rétt, já, einmitt. Þannig endilega bara komið í hann og komið og eigi samtal við okkur þar og síðan erum við eins og segi, vísa á heimasíðun okkur, hún mjög yfirgripsmikil, nóg af upplýsingum og ég hvet ykkur til þess að lesa ykkur til verkefni sem að við myndum ekki ráðast í ef af því stafaði hætta. Var þetta spurningin?
áhættumatið, það er í skýrslunni líka. Komið sæl, Heiða heiti ég og er verkefnastjóri umhverfismats sem að snýra Kóta Terminal fyrir hönd Carbfix. Efla var okkar ráðgjafi við gerð umhverfismatsins. Það var gert áhættumat fyrir niðurdælinguna, já, og það er reifað í umhverfismatsskýrslunni og það er talin óveruleg áhætta af niðurdælingunni. Óveruleg í þessu samhengi, þar að segja á umhverfismatsskýrslu Lingóinu, þýðir að það er ekki gert ráð fyrir að verði neikvæðar breytingar á umhverfi eða samfélagi. Varðandi aðeins aftur með samráðið, umhverfismat er náttúrulega í sjálfu sér samtal við samfélagið. Það er samráð og þess vegna erum við hér í kvöld meðal annars. Og þar fyrir utan eru náttúrulega þessi ferli sem eru skipulagsferli líka, sem eru líka, það er byggt inn í það samráð. Hverju eru að gleyma? Nei, af spurningunum. Já, takk fyrir áminninguna. Þessi framkvæmd, fyrir hvort er ég að svara? Er háfað á höfninni eða háfað á okkar starfsemi? Já, ég get svarað fyrir hönd Carbfix að það er að okkar starfsemi er ekki háfaðsum starfsemi og það hlýst ekki háfaði af niðurdælingu per se. Þetta eru af skipakomunum, ég hugsa að Lúðvík kannski geti frekar svarað því heldur en ég, en það verður allavega þannig að það er gert ráð fyrir landtengingu, það er kannski gott að segja frá því, það er gert ráð fyrir landtengingu á þessum skipum, þannig að þau eru ekki að spúa einhverju svartolíu upp í loftið, en ég læt Lúðvík eftir að svara fyrir hávaðan. Já, takk fyrir það. Gott að fá þessar spurningum hávaðamál á höfnum, vegna þess að Hafnarfjarðarhöfn hefur verið langt árabil leiðandi í því að koma upp landtengingum á hafnarsvæðum. Við byggðum upp afar öflugt lágspennukerfi á höfninni hér fyrir 20 árum og við vorum fyrst á höfninu á Íslandi til að taka upp landtengingar fyrir farþegaskip og stærstu skip fyrir 2 árum síðan. Og það liggur fyrir í öllum tillögum að útfærslum á hafnarsvæði í Straumsvík að það verða öll skip sem þar koma inn landtengt við rafmagn. Hávaðir sem að menn heyra af starfseminni í Straumsvík er ekki af skipum, heldur af færiböndunum sem er að flytja súrálið upp í sílóin. Fyrir Elín. Já, ég held að ég leyfi mér að svara þessu að svona í ljósi áhuga þess, við vorum búin að halda kynningafundi áður sem snerust Carbfix verkefnum sem slíkt og við vorum svolítið hissa á því hvað var lítil mæting, svo förum við að kynna höfnin og þá fyllist húsið. Þannig ég held að við þurfum bara að ákveða að vera með alvöru kynningafund og já, við getum haft hann mjög fljótlega og það er bara mjög fín tillaga að vera með hlutlausa aðila. Við náttúrulega erum sjálfur sér enginn er hlutlaus svona í málunum yfirleitt, en við reynum að finna þá hlutlausa sérfræðinga til þess að tala verkefnið. Fyrirgefðu. Í kynna sig og tala í Þetta virðist alltaf ganga bara svona bara með gjambi. Hvenær hefur Hafnarfjörður bæjarstjórn staðið fyrir kynningafundi? Ég heiti Snorri, hafnfirðingur. Já, við vorum með kynningafund hér fyrir 2 vikum eða hvað hlutis? Jú, sem að búa það með mjög skömmum fyrirvara. Nei, ég er ekki alveg vissum. Nei, ekkert mál. Heyrðu, mínar athugasemdir hafa mest gengið út á hversu lítil kynning og frumkvæði bæjarstjórnar hefur verið að kynna þetta fyrir íbúum og ég hef séð stóra breytingur núna bara síðustu 2 vikur á
hvað þið hafið tekið ykkur á. Ég hef áður ekki heyrt svona kynningu frá varðandi höfnina og að hún sé að springa. Þannig að þið hafið tekið ykkur á og svo slóstu náttúrulega allt út úr höndunum á okkur áðan, eða mér allavega með yfirlýsingum fjármögnun og að það stæði ekki til að fjármagna þetta. Ekki úr bæjarsjóði. Nei, ég veit, en samt í síðustu viku þá fullyrðir einn bæjarfulltrúi í viðtali við Vísir að það er búið að kynna þetta og fjármögnunina vel fyrir bæjarbúum. Þú veist, hvað er að marka þetta? Já, ég hef nú svona líka sagt hérna í kvöld að meiri hluti bæjarfulltrúa, og ég er ekki að skilgreina það nákvæmlega. Jú, en hvað er verið að henda svona fram? Þú veist, ég ætlaði að spyrja, hvar var þessi kynning á fjármögnuninni? Hún var hvergi svo ég viti til. Nei, en á hverju er hann þá að... Ég get bara ekki svara fyrir það, ég sá þetta ekki, en hérna... Jú, auðvitað sástu þetta, sáu þetta allir. Þó þessi forvitað, það sé ég ekki allt. Fyrir ekki Elín, það er fullt af fólki sem er með spurningar og leifum þeim að koma af stað. Já, þetta er bara eðlileg kurteis. Nei, ég bið fulltrúa Carbfix að svara spurningum en ekki að tala neitt sérstaklega. Við erum bara að reyna að hleypa sem flestum að. Voru fleiri? Já, varðandi þennan slag okkar hérna, sikkur megin við borðið, það er kannski bara gott að muna það næst að ef það er 70 mínúna kynning, að hafa þá bara 70 mínútur í spurningar, bara svona 50-50, en það var ekki punkturinn. En hérna, hinn punkturinn var varðandi Ólaf Elínarsson, kynningafulltrúi á Carbfix, bara að því ég er ekki heldur, ég les, þó þessi forvitin orðið, þá les ég heldur ekki alveg allt, en er það rétt að þú hefur áður verið hjá í umhverfisráðuneytinu? Er ég eitthvað að miskilja? Nei, ok. Þá var ég bara eitthvað að lesa vitlaust, en þú komst eins og ekki að neinu varðandi Carbfix á öðru mómenti. Gunnhildur, er spurning hérna einu viðbútt? Nei, þá er ég eitthvað algjörlega miskilið, ekkert mál. Já, komið sæl, ég heiti Arnfríður og takk fyrir góða kynningu og spurningar úr sal. Mig langar að spyrja vegna þess að ég hef nú ekki fundið neina fjárhagsáætlun eða neinar fjárhagsupplýsingar fyrir utan eina tölu sem er að nettógjaldeyristekjur af verkefninu verði 10 milljarðar á ári. En mig langar að spyrja hver er ávinningur Hafnarfjarðarbæjar af þessu verkefni og þá sérstaklega kannski niðurdælingunni. Hvaða endurgjald verður tekið fyrir nýtingu á hrauninu og því landsvæði sem á að fara undir borteiga. Og já, þannig að er sá ávinningur áhættunar virði? Já, mér sýnist að ég sitt í súpunni núna, þannig að ég þarf að reyna að svara þessu. Varðandi kynningarnar og ég held að áhuginn hafi líka aukist í bænum á síðustu 2 vikum. Ég held að það sé nú stór hluti af þessu að það er meira verið að spá í þetta. Já, við erum búin að reyna að kynna og ég held að við þurfum bara að ákveða það mjög fljótt að vera með stóran kynningarfund þar sem við förum í verkefni frá öllum hliðum og verðum jáfnvel með 8-10 mínútur í fyrirspurnir. Þetta er nú ekki svo gott hjá mér, en hérna varðandi ávinning Hafnarfjarðar, þá er náttúrulega ekki búið að semja hann, en við reiknum með það að það verði talsverður arður af hafnargjöldum, það verða fasteignagjöld og það verður lóðaleiga af þessu, en sumt að því en þó að landið sé í eigu ríkisins, að þá rukkum við fasteignagjöld. Nei, en við rukkum lóðalegu við höfnina, þar sem að aðstæðan verður hjá þeim. Ég held að lóðalega af reitunum verði ekkert svakalega mikil, við eigum á vissu sennilega 4 af þeim, þannig að við eigum helminginn, en
En við teljum, og aftur segi ég, meirihluti bæjarfulltrúa telur að það þurfa að semja það sem við getum þá kallað auðlindarentu, það að segja eitthvað gjald fyrir það að fá að dæla niður í hraunið. Og það rétt líka, við erum ekkert eini landeigandinn, Hafnarfjarðarbær ekki eini landeigandinn sem á þessu svæði, þannig að þetta er eitthvað verkefni sem á eftir að klára og er bara enn ein hindrunni sem þarf að fara í gegnum eða þá að hún getur orðið það stór að við komumst ekki í gegnum hana. Ég held að ég sé alveg heiðalögur þegar ég segja að við erum ekkert búin að ákveða neitt. Þetta er í vinnslu, við erum að vinna skipulagsmálin og umhverfismatið og fleira sem er verið að vinna hérna jafnframt því að það er verið að ná saman milli aðila, en það er ekki búið að ná saman. Þannig að ég held að við séum ekki að kynna hérna orðin hlut, við erum ekki að kynna eitthvað og segja bara að það er sama hvað þið segið og okkur kemur það bara ekkert við gerum þetta samt. Þetta er ekki þannig. Verkefnið er í vinnslu. Gleymdi ég einhverju? Já, við hérna, ég segi bara fyrir sjálf á mig, ég er ekkert grjótharður á annan kantinn í þessu, en ég er alveg til í að skoða þetta áfram. Og ég held að séu fleiri þannig. Já, og við erum að, ég held við verðum bara svolítið að treysta Carbfix. Þau eru búin að vera að basla við þetta í ansi mörg ár og hérna þau eru ekkert að fara að ljúga að okkur, en að það kemst upp og það er ekkert sérstaklega sniðugt að standa í svoleiðis. Ég ætla á hana bíó á vellunum, ég er þá bara nötra hérna meira heldur en venjulega ef þetta fyrir illa, en þá stoppuðu það líka. Hérna, Gunnhildur, við að taka 3 í viðbót. Eru fleiri spurningar? Aftast. Þessar 2 spurningar sem nú að því hvað ef það tekst, hvað ferlið hjá Carbfix gengur ekki vel með að dæla niður 3000 lítrum, segjum svo að það komi eitthvað upp, bara eitthvað. Er rekstra grundvöldu fyrir þessari stöð við 2000 eða eitthvað minna? Þú veist, hver yrði niðurstaðan úr því? Meinar 2 milljónir tonna eða 3 milljónir tonna á ári, erstu ekki að tala um það? Ja, aðalega bara dælingamagni stýrir náttúrulega hversu mikið er þetta að binda mikið. Já. Og við erum náttúrulega að tala dælingamagn sem hefur aldrei verið dælt niður á Íslandi. Þannig að ég bara velta fyrir mér svona, við erum ekkert að gagnrýna þessa Carbfix tæknina, ég bara velta þessu fyrir mér Hitt er svo í skýrslunni þá talaði mögulega aflögun og fylgjast með henni á 5 ára fresti. Er einhver greining á því hversu mikið aflögun getur verið í kringum þessa borðtega? Takk fyrir. Ég held að ég var að kalla Carbfix til starfa enn á ný. Ég ætla kannski fyrst bara að fara yfir eftirlitshlutverkið fyrir að fyrsta þá getum við ekki bara gert það sem okkur sýnist. Við erum að sjálfsögðu bundin lögum og reglum í þessu landi og erum háð starfsleyfi frá Umhverfisstofnun og það starfsleyfi er meðal annars háð því að við skilum inn vöktunargögnum til rýni að þeirri hendi. Bara svona til að koma því að. Hvað aflögun varðar þá gerum við ekki ráð fyrir aflögun en við viljum að sjálfsögðu vaktana til þess að geta gripið inn í. Og hvað varðar verkefnið sjálft og áhættur, já, ef það kemur eitthvað upp þannig að við viljum ekki fara í fullan skala, þá er það sjálfsögðu möguleiki og þess vegna erum við náttúrulega að taka þetta upp í þrepum til þess að geta vaktað og fylgst með. Allar þær rannsóknir sem við höfum gert hingað til og ég vonaði bara að kynna ykkur umhverfismatsskýrsluna, hún er mjög yfirgripsmikil en það eru margar sérfræðiskýrslur sem fylgja með sem fara svona svolítið á djúpið og svona niðurstöðurnar eru mjög jákvæðar hvað varðar þessa svona jarðfræðihlið og þessa vísindahlið og það er ekkert sem bendir til þess að það er í rauninni mun minni breytingar en við svona gerðum ráð fyrir að gætu orðið
Vöktunaráætlunin okkar er náttúrulega mjög yfirgripsmikil og ég hvet ykkur til að skoða hana líka og hún er einmitt gerð til þess að grípa inn í og þegar ég segi grípa inn í þá á ég ekki bara við það að við ætlum að stoppa eða bara dæla niður í fyrsta öðrum áfanga. Við höfum borð fyrir báru til þess að breyta ýmsu svona í rekstrar fyrirkomulaginu og það getur þá verið til dæmis bara að fóðra borholur dýpra, að loka af ákveðna hluta af borholunum með fóðringum. Það getur þýtt að við dælum meira niður á sumum tegum og minna á öðrum. Það getur þýtt að vatnsupptaka úr einstaka hólum hún verði framkvæmd með öðrum hætti. Þannig að vöktunin er ekki bara til þess að vakta það að við höfum ekki áhrif á umhverfið, hún er líka bara hluti af okkar rekstrar, í rauninni bara tól fyrir okkar rekstur. Og hvað var það? Já, Ólafur ætlar að taka rekstrar grundvöllin, jarðfræðingurum fyrir ekki það. Já, sæll. Sem sagt, við gerum ráð fyrir allt að 20 ára samningum við þau fyrirtæki sem að vilja losna við sitt CO2 og koma því fyrir á góðan hátt svo að hafa ekki skaðleg áhrif. Og við erum með samningar sem eru það langir og við það mörg fyrirtæki að við teljum að það kom ekki til þess að þurfa að fara niður í 1 milljón tonn, 3 milljón tonn, en ég ætla að leið mér að klára, en ég ætla að segja, en það er líka eins og við erum að byggja líka upp í áföngum, þannig að það hvernig við munum vinna gegnum alla 4 áfangana og það er 1,5 ára á milli, þá getum við alltaf skalað okkur til. Ertu að meina að berggrunnurinn taki ekki meira við? Já, bara fullkomlega eðlileg spurning. Miðað við eftirspurnina eftir þessari þjónustu, þá Ok, já, þá skulle ég segja þetta á hinn veginn, berggrunnurinn, hann er ekki flöskuhálsinn og aftur, ég ætla bara að vísa í aðlöguna sem við getum gert á 30 ára líftíma verkefnisins með að dæla niður 3 milljónum tonna árlega munum við nota 1% af því geymslusvæði sem er mögulegt fyrir neðan og við erum búin að gera sem sagt rekstara áhættu greiningu hjá okkur að við teljum að við stöndum bara nokkuð vel miðað við framtíðina og þetta fyrirkomulag og þá í samanborði við til dæmis ETS einingar og svo framvegis. Já, og það eru 10.000 sekundulítrar sem eru þarna á ferðinni og við ætlum að fá lána hluta því á leiðinni alltaf 2.000 sekundulítra og skila því svo aftur niður þegar við erum búin að blanda CO2 í það. Já, það verður hægt að ná því og svo höfum við líka ágætt að koma því að. Við höfum náð að nýta hólur betur heldur en við ráðgerðum í þeim tíma sem að Carbfix hefur verið að vinna. Þannig að við erum að gera ráð fyrir allt að 10 bortegum. En hvort verði 10, svo getur vel verið bara til við byggjum upp í þessum skölum, það kom í ljós að við þurfum ekki allt saman. Tonnum, en er einhver að breyta 2000 lítrum fyrir mig í tonn? Ég er ekki með tölun í höfðinu, en hún er í umhverfismatsskýrslunni eflaust í tonnum. Per ár, cirka, já. Ok. Já, þá tökum við 3 síðustu spurningarnar og
þú varst með spurning á hann, spurður eða hún kom? Ok, þá Gunnhildur tekur 3 síðustu. Það er verið að tala við vitum ekki hver byggir höfnina, hver borgar fyrir hana, en það er samt, ef þið takið ekki þátt Carbfix, þá verður það lengur að því, þá er ég bara svona að reyna að átta mig á því hvernig það getur haft áhrif eða veist ekki hver fjármagnarinn og eins með hver er að borga fyrir þessu umhverfismatsskýrslur í sikru lagi, Carbfix væntanlega borga fyrir sína en hver er að borga fyrir höfnina, af hverju þarf þetta að vera svona nálagt byggð, það er ekki ennþá búið að svara því af hverju þetta þarf að vera þarna, af hverju mátt ekki vera fjær byggð. Og síðasta spurningin, og það er svona forréttarspurning, með þetta flott framtak sem Carbfix er að gera, ég vil alls ekki taka frá því, þegar þeir eru að koma þessar sendingar til okkar, hver fær kolefnissporið? Ok, þannig að við fáum bara skítinn til okkar. Nei, við fáum örlítið minna af koltvísýringi í andrúmsloftið. Fyrir hér og svo kemur hingað. Komin. Já, Vilhjálmur heiti ég. Þakka fyrir ágætis kynningu, öllu heldur söluræður. En ég er semst að hafnfirðingur, aðfluttur Andskoti. Ég hef áhuga á jarðfræðinni og hún svaraði spurninguna ágætlega varðandi ég hafði áhugjur af því að gasi myndi hreinlega bara fara upp í jarðlögum en þess að Reykjanes er yngsti partur Íslands, ekki meir en 60.000 ára gamall. Jarðlögin er mjög gljúf sem þýðir það að hér er bæði mikið vatn sem streymir til sjávar og undir því er sjór. Er það sannað hjá Carbfix sem er mjög flott verkefni á Hellisheiðinni en hér velti ég fyrir mér binst koltvísýringurinn og breytist í kalsít þegar að sjór streymir á 1000 metra dýpi. Er það sannað? Einu viðbót og svo lokum við. Við sýnum þeim virðingu sem höfðu fyrir að mæta hingað. Já, Sjöfnadóttir, það er reyndar 2. Þú sagðir að Hafnarfjarðarbær væri í raun og veru eigandi að landi 4 bortega. Þá vil fá að vita hverja hitt landið og hvort að þeir séu búin að samþykkja þetta. Svo er ég með smá vangaveltur vatnið okkar. Við Íslendingar erum að reykja okkur af hreinu vatni. Ég hef áhyggjur af einhverja mengun í þessu öllu saman. Ég eins og segi, ég er ekki jarðfræðingur, en ég hef áhyggjur. Því innan skams mun hreint vatn verða mesta auðlind jarðar í nánustu framtíð. Og ég hef áhyggjur af öllu bergvatninu sem er hér undir okkur, sem gæti orðið mikil fjársjóður í framtíðinni. Þess vegna hef ég áhyggjur af því að eitthvað af því skuli mengast. Þar vil líka fá óháða aðila, ekki bara svör frá Carbfix. Já, ég skal reyna. Já, það er svona auðveldra að gera sér þetta í hugarlund en maður hugsar þetta sem cirka hálfar elliðárnar. Og þetta er svona helmingur til fjórðungur af því vatni sem að talið er að renni út í sjó í og við Straumsvíkina. Einhvers staðar hef ég séð 5,5 til 6 rúmmetra og sem ég segja 10 rúmmetra, þetta er einhvers staðar á þessu bíli og auðvitað er þetta verulegt magn en þetta er langt fyrir neðan vatnsbólin okkar, mörgum 20 metra fyrir neðan Kaldár vatnsbólið, þannig að þetta er nú svona tiltölulega öruggt á tíleitinu til myndi ég halda og auðvitað er það rétt ef að vatn verður í framtíðinni mjög verðmætt að þá er þetta verkefni sem að við þurfum að skoða upp á nýtt en það eru sem betur fer margar ár og margar vatnslindar á Íslandi þannig að við eigum gríðarlega auðæfi í fersku vatni og já, við vitum af því og persónulega vonast ég náttúrulega að það sé hægt að nýta eitthvað glatvarma frá álverinu. Ég vona að það verði kannski megin uppsprettan af
þeim varma sem þarf í vatninu. Getur nokkuð farið aftur yfir? Já, já. Af hverju þessi staður, af hverju þarf þetta að vera svona nálægt byggð? Já, og hver eiga landið? Fyrsta lagi Hafnarfjarðarbær á landið sem að 4 bortegar eru á og Skógrækt ríkisins á hina 4. Það er að segja bara syðri bortegarnir 4 eru í eigu Skógræktar ríkisins og eftir því sem ég best veit þá er Carbfix ekki búið að semja við þá það, enda erum við ennþá að vinna vinnuna. Það er ekkert komið á endastöðu ennþá. Og varðandi það af hverju þarf þetta að vera svona nálægt byggð, það er nú að stórum hluta vegna þess að við erum ekki með hafnir á Íslandi nema nálægt byggð. Þetta þarf höfn, það er á hreinu og hvort þetta sé of nálægt eða ekki, ég er engin sérfræðingur en eins og við höfum komið fram nokkru sinnum hérna í kvöld að þá bý ég á völlunum, þannig að ég bý tiltölulega nálægt 2 af þessum teigum og eftir að hafa kynnt mér gögnin svona eins og leikmaður getur kynnt sér þá er ég ekkert óbáslegar hættur við þetta og ég sé ekki stóra hættu, við erum ekki á virku upptakasvæði fyrir jarðskjálfta, þetta verða jarðskjálftar en upptökin eru ekki á þessu landi, við erum fyrir utan sprungusvæðin og þetta fer tiltölulega grunnt þannig að eins og var verið að lýsa hérna á þannig að þá er bergið orðið svo gljúft að það næri ekki að mynda jarðskjálfta og það var nú örugglega eitthvað viðbót síðan að gleyma og ég ætla að biðja ykkur að taka þá og draga með land enn einu sinni. Já, þetta er smá púslspil að reyna að muna hvað hefur þegar verið sagt og hvað á eftir að segja, en ég fæ bara hjálp ykkur allra til þess að muna það. Varðandi nálægð við byggð að þá litum við til þess, það sérst fór fram valkostagreining á staðsetningum bortega. Það komu til greina 3 valkostir og þeir teygðu sig svona allangt vestur úr í átt á Óttastaðalandinu og lengra og svo því svæði sem var svo valið að lokum og það var valið til dæmis vegna þess að þar eru nú þegar skipulögð iðnaðarsvæði og við vildum leitast við að vera á þegar skipulögðum iðnaðarsvæðum. Við vildum líka leitast við að vera auðvitað nálægt höfninni, þannig að við vildum leitast við að fara af eins lítið og við gætum inn á óraska svæði og óraska hraun og þannig að vestur frá eru bæði meira menningarminjar og líka meira óraska hraun. Það er náttúrulega líka þannig að því að það er verið að tala vatnið að auðvitað þetta er afar eðlis ólíkt annarri vatnstöku. Það er að segja að við erum ekki að taka vatn úr kerfinu, við erum að fá það að láni. Við fáum það, við dælum því upp grund, fáum það á láni meðan að vera að blanda eða sérst leysa koldíoxíð upp í því og svo dælum við því staðbundið aftur niður á sama stað en á meira dýpi. Þó þetta gerist á svæði sem er downstream, það er að segja niður af vatnsbólum Hafnfirðinga og vatnaskil gerðu eiga náttúrulega í fyrsta lagi grunnvatnslíkan fyrir allt höfuðborgarsvæðið og unnu líka þessa vinnu og eru þar af leiðandi að sjálfsögðu bara óháðir sérfræðingar í því sem að vera gert þar og þetta hefur ekki áhrif á vatnsból, þetta hefur ekki áhrif á vatnsból Hafnfirðinga. En það tengist í líka að við vildum vera nálægt iðnaðarsvæðum því að vatnstaka fer ekki fram á iðnaðarsvæðum til neyslu. Og það er gott að við vildum ekki vera nálægt vatnsbólum eða vatnsverndarsvæðum eða vatnstökusvæðum og vatnstaka fer alla jafna ekki fram nálægt iðnaðarsvæðum. Hún er bara oftast ekki til þess bær. Og hver er ég að gleyma núna? Það var... Það er náttúrulega höfn þarna sko og nei já og framtíðar áhorf eins og bara var farið mjög vel yfir hérna áðan framtíðar áhorf hérna einmitt já, gerðu svo vel. Nei, sko höfnin nýtist ekki bara Carbfix ef hún kemur. Ég veit það, en það er nálægði byggð, þetta er svo nálægt höfn, þeir geta byggja höfn.
Já, þetta voru svona mínar hrútskýringar og ég skal bara biðjast afsökunar á því að hafa ekki talað skýrar en auðvitað er það þannig að hérna, eins og Lúðvík kom fram hjá Lúðvík í upphafi að þá eru þungaflutningar núna niður í okkar gömlu Hafnarfjarðarhöfn. Nei, ég er ekki að því. Ég er að útskýra af hverju við teljum. Já. Já, það er alveg rétt, en við fáum líka að nota þessum hafnargarði og þessum fyllingum sem verða. Þess vegna er þetta hagkvæmt fyrir okkur að fara út í þessa framkvæmd, þó að auðvitað sé hún að mjög miklu leyti háð, sérstaklega tímalega, því hvort að af Carbfix-verkefninu verður eða ekki. Og hérna, ég held að Stefán Thors hafi ætlað að svara einhverju betur heldur en að allavega ég hef verið að reyna að svara. Þannig að gera svo vel. Ég ætlaði nú ekki að svara, ég er ekki búinn að fá að tala í klukkutíma. En bara vegna þess að það er búið að vera mjög góðar spurningar og umræður og mikið rætt hlutlaust mat. Og það sem ég ætla bara að benda ykkur á að í skipulagsgáttinni þá getið þið séð allar umsagnir sem berast frá Umhverfisstofnun, Veðurstofunni, sem snýra að vatni, jarðskjálftum, efnistöku, kemur frá Náttúrufræðistofnun. Þetta eru sérfræðingar í fagstofnunum sem senda inn umsagnirnar inn í skipulagsgáttina, þar sem öll geta lesið þau viðbrögð. Þannig að það er klárlega allavega hluti af því sem þið getið kynnt ykkur og sagt, ok, hvað segja aðrir aðrar? Þá erum við búin með spurningarnar í bili en hérna ég þarf að reyna að standa við það að við komum á öðrum fundi mjög fljótlega og hérna þá köllum við til alla sem að mögulega geta hjálpa okkur við að finna svörin. Ég vil nú bara þakka fyrir frábæra mætingu og fullt af spurningum. Ég var alltaf að tala um 3 spurningar og oftast voru það nú 9 þegar alltaf talið en hérna það er bara gott, það er búið að taka ansi margar spurningar hérna í dag en ég er vissum að það er ennþá nokkrar sem er ósvarað og við förum þá í þær bara mjög fljótlega. Auðvitað veit ég að það eru sumarfrí og svoleiðis en við erum líka með þetta á netinu þannig að það er ákveðni möguleikar að sinna þessu þó að við séum ekki öll á staðnum og enn og aftur bara takk fyrir frábæra mætingu og þetta er mikilvægt verkefni og við eigum að láta okkur það varða og koma fram með öll sjónarmið og síðan þegar allt er komið eins mikið á hreint eins og hægt er þá finnum við niðurstöðuna. Takk kærlega.